minnumst þess að svona það bil 50 ár eru liðin frá andláti höfundarins. Og satt að segja þá tengi ég svolítið við Gunnar. Við erum báðir strákar utan af landi og héldum til Norðurlöndana í leit af frægð og frama. Gunnar sneri hins vegar aftur heimsfrægur og dáður rithöfundur, en ég bara arkitekt. Og hann skrifaði miklar og stóra bækur sem að ferðust víða heim, en ég teiknaði einungis miðlungshús á Íslandi. Við vorum hins vegar báðir áhugasamir arkitektur. Og einhverjum myndi segja að við hefðum líka verið með sama smekk fyrir hárgreiðslu, og þar hafa hann jafnvel líka verið svona sjónamun framar heldur en ég. En Gunnar skipti sér hins vegar ekki mikið af pólitík. Á dagskránni hér á eftir munu helstu sérfræðingar okkar höfundinn veita okkur innsýn í verkas- og aðstæður. Jón Ingvi Jóhannsson og Anna Stanisiewicz munu fyrst fjalla heimalönd Gunnars og sérstöðu innflytjenda höfunda á Íslandi, og það afar afar áhugavert, að minnstakosti á tvennan hátt. Í fyrsta lagi var Gunnar sjálfur innflytjenda höfundur, fyrst sem Íslendingur í Danmörk á sínum tíma, en líka á einhvern sérkennilegan hátt innflytjenda höfundur á Íslandi þegar hann kom heim eftir að hafa dvalið lengi erlendis. Og í öðru lagi mjög áhugavert og ánægjulegt að fylgjast með gróskunni sem að ríkir meðal rithöfunda sem hér starfa en hafa íslensku ekki að sínu móðurmáli. Og auðvitað fyllist maður aðdáun yfir því að fólk láti sér ekki einu sinni nægja að vera spjallfært í fiskbúðinni upp á íslensku, heldur nær slíkum tökum á tungumálinu að það getur ort og skapað á íslensku þannig eftir tekið, og það getur brugðið upp nýjum dráttum í sjálfsmynd okkar Íslendinga. Og fyrir það erum við og eigum að vera mjög þakklátt. En loks að endingu þá verður gaman að fylgjast með upplestri á aðventu Gunnars. Þetta eitthvað skemmtilegt líka vegna þess að það svona halla að jólum. Og það ekki síður skemmtilegt vegna þess að Gunnar eða aðventa, eins og Skúli kom inn á, hefur verið þýtt á 20 tungumálum og það verður lesið upp úr þeim öllum og eftir, eins og hér var áður nefnt, bæði í Veröld og Eddu. Og þarna eru þetta flestu norrænu málin undir, en einnig mál sem okkur miklu óskildari og fjarlægari, eins og arabíska, ungverska og georgíska. Þannig að það gaman að það skuli vera svona margir 50 árum eftir dauða þessa merkilega rithöfundar, og ég óska ykkur skemmtunar og veit að þetta verður stútfullt af fróðleik, og að lokum vil ég bara þakka fyrir mig og fyrir hönd ráðuneytisins og óska ykkur til hamingju með málþingið og segi það sett með þessum orðum. Takk. Kærar þakkir fyrir þessi orður, ráðherra, og þá förum við bara áfram í dagskrána. Við höfum ekki allt og langan tíma, það margt sem undir hér í dag, þannig að ég býð Jón Ingva Jóhannsson velkominn að flytja hér fyrsta erindið heimalönd Gunnars Gunnarssonar. Gjörðu svo vel. Já, við byrjum á arkitektúr, náttúrulega, bara fyrir ráðherra. En það sem við sjáum hér á fyrstu glærunni eru 2 af heimilum Gunnars Gunnarssonar. Skriðuklaustur þekkja flestir Íslendingar, en hægra megin á myndinni Friðarhólmur, eða Freðshólm í Birkaröð, en þangað fluttust Gunnar og Franziska ásamt sonum sínum 2 árið 1929 og þar bjuggu þau til ársins 1939. Þetta var sveitasetur, umkringt frjósömum garði sem var fullur af grænmetisbeðum, ávaxtatrjám og runnum. Hússtofninn var ekki stór, en við sjáum íslensku hryssuna Doppu þarna í forgrunni sem vakti mikla ánægju heimilismanna. Þetta hús myndar virðulega og borgaralega umgjörð skáldið og fjölskyldu hans. Og þetta var danskt heimili að flestu leyti.
Árið sem Gunnar bjó á Friðarhólmi var hann að mestu leyti fjarri íslensku þjóðlífi og menningu en tók á hinn bóginn virkan þátt í dönsku samfélagi. Á þessum tíma má því segja að Danmörk hafi verið heimaland Gunnars í flestum skilningi. Gunnar Gunnarsson hefur sérstöðu í íslenskri bókmenntasögu margt. Hann skrifaði verk sín á dönsku ásamt fámennum hópi íslenskra höfunda í upphafi 20. aldar, alveg það leyti sem að íslenskar nútímabókmenntir á þjóðtungunni voru að ná flugi heima fyrir. Hann var sveitapiltur og heimsborgari. Hann kom ekki til Reykjavíkur nema sem gestur fyrir hann var orðinn fullorðinn maður og ráðsettur rithöfundur. Hann gekk aldrei í lærðaskólann og fór þess vegna á mis við klíku og tengslamyndun sem þar var milli ungra manna og mótaði mjög margt í íslensku menningar og stjórnmálalífi á 20. öld. Auk þess var hann skandinavisti. Hann skipti sér af pólitíknarnar. Hann var skandinavisti, sannfærður nauðsyn þess að norrænu ríkin 5 sameinuðust í eitt yfirþjóðlegt ríki, Bandaríki Norðurlanda. Gunnar lifði einhverja mestu átakatíma síðari alda í Evrópu. Það má segja að höfundarverkið spanni nokkurn veginn þann tíma sem það tók heiminn að útkljá 2 heimsstyrjaldir. Fyrsta skáldsagan kom út árið 1912, 2 árum fyrir upphaf þeirrar fyrri, en eftir síðari heimsstyrjöld þá komu aðeins frá honum 2 frumsamtar skáldsögur, Sálumessa og Brimhenda. Á hinn bóginn má líka benda á það til að setja höfundarverk Gunnars í annað sögulegt samhengi að hann fæddist í ríki Danakonungs, aðeins 15 árum eftir að landið fékk stjórnarskrá. Hann hóf feril sinn þegar Ísland bjó við þingræði og heimastjórn en var þó hluti af danska konungsveldinu, en þegar ferlinum lauk var landið orðið sjálfstætt lýðveldi. Lengsta ferli Gunnars var Ísland fullvalda ríki í persónulegu sambandi við danska konunginn, eins og við munum úr sögunámi okkar. Það má þannig segja að Gunnar hafi verið höfundur þess tímabils sem við kennum við fullveldi. Langflest verka hans kom út á þeim tíma og aðeins skáldsögurnar 2 sem nefndar voru áðan og voru útgefnar í lýðveldinu. Þannig að rann upp fyrir mér, þegar ég var að undirbúa þennan fyrirlestur, að lögfræðingar getur kannski gert athugasemd við það að kalla Gunnar Gunnarsson innflytjendahöfund í Danmörku. Hann var í raun og veru danskur ríkisborgari þegar hann fluttist þangað árið 1907, 18 ára gamall. Og það breyttist ekki fyrir árið 1918. Og jafnvel eftir það þá nutu íslenskir ríkisborgarar allra sömu réttinda í Danmörku og danskir ríkisborgarar gerðu. Það sama gildi á hinni. En það stendur einhvers staðar á latínu að lögfræðin sé of mikilvæg til að eftirláta hana lögfræðingunum og það reyndar líka við bókmenntasögum. Og auðvitað var Gunnar innflytjandi í dönskum bókmenntum, á því leikur enginn vafi. Og þessi ferill hans sem innflytjendahöfundar merkilegur. Það líða bara 4 ár frá því að Gunnar flyst til Danmerkur og sest á skólabekk í lýðháskólanum í Askó, þangað til hann gefur út sína fyrstu bók á dönsku. Litla ljóðabók sem heitir Digte, kom út árið 1911. Og þetta kann að vekja furðu okkar. Það erfitt að sjá fyrir sér ungan Íslending leika þetta eftir á dönsku í dag. En þá verðum við auðvitað að hafa í huga að tengsl Íslands við umheiminn í upphafi 20. aldar voru með allt öðrum hætti en þau eru nú. Tengslin við Danmörk voru sterk, það var töluvert Dani á Íslandi, ekki síst á Austurlandi, og þið sjálfgefna annað tungumál Íslendinga var danska, ekki enska eins og nú er. Þegar Gunnar fór utan hafði hann lesið töluvert af dönskum bókmenntum á dönsku. Hann hafði lesið norskar bókmenntir á norsku bókmáli og hann hafði meira segja spreytt sig á því að lesa gleðileikinn Guðdómlega eftir Dante á sænsku. Allt þetta hafði hann gert undir handarjaðri séra Sigurðar P. Sivertsen, sem að seinna var prófessor í guðfræði og rektor Háskóla Íslands, en var þá sóknarprestur á Hofi í Vopnafirði. Þannig að Gunnar kom ekki tómhentur til Danmerkur, en hann var innflytjandi hvað sem ríkisborgararéttinum líður. Og þetta verður okkur ljóst þegar við fylgjumst með því hvernig Gunnar og aðrir dansk-íslenskir höfundar stíga fram á sjónarsviðið í dönskum bókmenntum. Lesendur, að minnsta kosti þeir lesendur sem að skilja eftir sig heimildir í formi ritdóma og annarar umfjöllunar bókmenntir, þeir líta svo á að hér sé komin alveg ný tegund bókmennta á dönsku og að það sé algjört lykilatriði að höfundarnir séu íslenskir. Raunar það þannig að þeirra ritdómar verk Gunnars, Jóhanns Sigurjónssonar og Guðmundar Kambans eru lesnir, að framhandleiki þeirra verður oft að aðalatriði en skáldverkin sjálf að aukaatriði. Þeir voru lesnir sem innflytjenda höfundar.
Þeir voru lesnir sem innflytjendahöfundar og þeim var fagnað sem slíkum. Fögnuðurinn byggði gjarnan á staðalmyndum Ísland og Íslendinga en hann átti líka margt sameiginlegt með því hvernig dönskum höfundum úr dreifbýlinu var fagnað á sama tíma. Við höfum hérna 2 dæmi úr ritdómum. Það fyrra sýnir hvernig gagnrýnandi tengir saman óróa í samskiptum Danmerkur og Íslands árið 1914 annars vegar og ástand danskra bókmennta hins vegar. Verkum höfunda eins og Gunnars, Kambans, Jóhanns líkt við blóðgjöf fyrir danskar bókmenntir sem orðnar blóðlausar, aftengdar náttúrunni og hinu raunverulega lífi. Það dekadensinn í lok 19. aldar sem það þarna á bakið. 6 árum síðar skrifar gagnrýnandi stórblaðsins Politiken skáldsögu Gunnars Gunnarssonar Sælur eru einfaldir. Sælur eru einfaldir reyndar heimspekilega skáldsaga. Þetta eina af fyrstu íslensku skáldsögunum sem gerist í Reykjavík. Sviðið eru stássstofur betri borgara og fátæklegir leigukumbaldar þar sem fólk að vestast upp og deyja úr spænsku veikinni, en danski gagnrýnandinn fer að sjálfsögðu beint í náttúruna. Frá upphafi var helsti styrkur Gunnars Gunnarssonar líkt og annarra ungra Íslendinga sú náttúra sem umlukti hann, jökulstormurinn svalaði menningar þreyttu enni Danmerkur. Þannig kannski séð það aðeins fyrir. En hins skarpskygnu sáu fljótlega að náttúran var ekki einungis umhverfis hann, heldur í honum. Djúp sálar hans voru heiðblá eins og himinin, kvik eins og hafið. Andspænis breidd hans og dýpt visnuðu danskir starfsbræður hans, svo þeir líktust rýrum pennastöngum, hábókmenntalegir, fátækir að mennsku og þar með að veruleika. Og þessar andstæður annars vegar hinn náttúrulegi íslenski höfundur og hins vegar hinn borgarbúinn sem orðinn eins og rýr pennastöng og þar þessum að blóðgjöf, svo við tengjum dómana 2 saman, eða þetta mjög algengt í þessum dómum. Það leikur þannig engin vafi á því að upphafi ferils Gunnars í Danmörku þá litið á hann sem innflytjanda höfund. Og þessi staða Gunnars og raunar annarra dansk-íslenskra höfunda merkileg í danskri bókmenntasögu og gagnrýnendur í samtíma þeirra líta margir svo á að þeir auðgi danskar bókmenntir, ekki bara vegna þess að þeir birta nýtt sögusvið með því að skrifa Ísland á dönsku, heldur ekki síður vegna þess að þeir auðga dönskuna sem bókmenntamál með skrifum sínum. Og hér freistandi að vitna í ritdóm Fjalleyvind eftir Jóhann Sigurjónsson, þar sem að danskur gagnrýnandi byrjar á því að segja að auðvitað megi finna einstaka galla á dönskunni í verkinu, en að öðru leyti finni lesandinn ekki að höfundur sé ekki að skrifa móðurmál sitt, nema að því leyti að dönsk tunga, og það hugtakið sem notað, að dönsk tunga sé sterkari í munni þessa unga Íslendings en danskra samtímahöfunda. Þannig að þessi blóðgjöf af íslenskunni gerir dönskuna norræna, gerir hana danskri tungu aftur. Og hann klikkir út með því að segja, fegur í gjöf hefur engin útlendingur fært móðurmáli okkar. Það þannig alveg ljóst að þegar Gunnar og aðrir höfundar að ná fótfestu í dönsku bókmenntalífi þá gera þeir það meðal annars í krafti þess að þeir eru innflytjenda höfundar. En sögu Gunnars lýkur auðvitað ekki þar. Gunnar var auðvitað sem persóna innflytjandi í Danmörku. Hann valdi að búa sér og fjölskyldu sinni þar heimili og hann gerði það af fyllstu sannfæringu. Hér í upphafi þá sýndi ég ykkur mynd af Friðarhólmi og mér finnst Friðarhólmur alltaf vera táknrænn fyrir líf Gunnars í Danmörku. Þegar hann sest þar að eru liðin 7 ár síðan að bók kom út eftir hann á íslensku. Hann í raun og veru orðinn danskur höfundur. Og á þeim tíma sem hann býr þar hann mjög afkastamikill, en þessar bækur rötuðu ekki til Íslands. Hann skrifaði sögurskáldsögurnar þar, þessar sögur sem hann kallaði einu nafni Landnám, Hvítakrist, Jörð, Jón Arason og Grámann, og Aðventa, sem tilefni þess meðal annars að við komum saman hér í dag, hún var líka til á Friðarhólmi. Í dagbókum Gunnars frá árinu 1935 má fylgjast með því hvernig sagan mjakast áfram í ágúst og september. Og reglufastur maður að skrifa alltaf 6 blaðsíður á dag. Og því miður þá heldur Gunnar ekki þeim vana íslenska dagbókaritara að byrja hvern dag á veðurlýsingu. En ég hef alltaf séð fyrir mér að Gunnar hafi skrifað þessa sögu af hrakningum Benedikts í fimbulkulda á íslensku vetrarveðri í mikilli síðsumar sól, umkringdur trjám og runnum sem svignuðu af ávöxtum og berjum. Og Gunnar skrifaði fleira á þessum tíma,
Hann var fastur dálkahöfundur á Berlínsku tíðinni og þar tók hann til máls daginn og veginn og stjórnmál dagsins. Mér líður eins og sé í andsvörum við Loga hérna. Það er því að honum var fátt óviðkomandi. Hann skrifaði í jöfnum höndum varnarmál, barnauppeldi, menntamál, svo dæmi sé tekið. Og það gerði hann auðvitað ekkert sem Íslendingur, heldur sem fullgildur borgari í ríki Danakonungs. Í ljósi alls þessa ekkert undarlegt að Gunnar sjálfur hafi velt því fyrir sér hver hann væri eða hvað hann væri í samhengi þjóðernis. Í nokkur ár áður en hann fluttist að Friðarhólmi hafði hann skrifað og flutt ræður sameiningu Norðurlanda. En það var pólitísk sannfæring hans að framtíð þeirra lægi í því að verða eitt ríki. Árið 1927 sendi hann frá sér bók með greinum og ræðum þetta baráttumál sitt sem heitir Det nordiske rige, eða hið norræna ríki. Og þar veltir hann meðal annars fyrir sér hugtakinu þjóðerni. Og hann reynist hafa á því furðu nútímalega skoðanir. Hann segir meðal annars: hugtakið föðurland hefur annars alltaf verið óstöðugt. Þessa dagana ég einmitt að lesa íslenska sjálfsævisögu þar sem maður segir frá því hve illa það var séð þegar hann flutti frá Norðurlandi til Suðurlands og yfirgaf þannig ættjörð sína. Þetta var 1755. Síðan hafa orðið þær framfarir að Íslendingar þurfa að minnsta kosti að ferðast yfir hafið til að vera illa séðir. Og hér kemst Gunnar furðu nálægt mjög nútímalegum hugmyndum þjóðerni og sjálfsmynd. Sjálfsmynd einstaklingsins samsett. Hún ekki eitthvað sem verður til í eitt skipti fyrir öll. Maður getur verið fyrst og fremst Norrlendingur, Austfirðingur eða Jóti, frekar en Íslendingur eða Dani, og það ekki víst að sjálfsmynd einstaklingsins sé svo sama út ævina alla. Og þetta á sannarlega við Gunnar. Raunar virðist Gunnar á þessum tíma hafa litið á sjálfan sig fyrst og fremst sem heimsborgara, að minnsta kosti sem Evrópumann. Og af því að yfirskrift fyrirlestrarins heimalönd Gunnars Gunnarssonar, þá get ég ekki á mér setið að vitna aftur í þessa bók hið norræna ríki, þar sem Gunnar segir meðal annars: í beinu framhaldi af skandinavismannum liggur hugmyndin sameinaða Evrópu. Þegar Skandinavía sameinuð mun enginn lengur skilja að við höfum einhvern tímann gert meira úr muninum á Norðmanni, Dana og Svía en á Bæjara og Prússa eða Katalóníumanni og Andalúsíubúa. Og þegar Evrópa sameinuð mun stríð milli landa hennar virðast okkur jafn ólíklegt og stríð á milli tveggja borga, segjum Frankfurt og Darmstadt eða Lyon og Marseille. Slík stríð voru algjörlega möguleg fyrir nokkrum öldum síðan. Þannig að kannski var heimaland Gunnars fyrst og fremst Evrópa. Og ég hef hingað til fjallað það hvernig Gunnar sá sjálfan sig og fjallaði hann í Danmörku. En hann átti sér auðvitað annað heimaland, Ísland. Og þaðan báru stundum önnur skilaboð. Þegar árið 1916 birtist í dönsku tímariti Tilskoðun grein eftir Holger Wie, sem að þá var danskur sendikennari við nýstofnaðan Háskóla Íslands. Og hann segir meðal annars í umfjöllun smásögur Gunnars. Gunnar Gunnarsson það að segja að hann getur naumast lengur talist íslenskur höfundur. Það ekki það eitt að hann skrifa sögu sinnar á dönsku og verður láta aðra þýða þær á íslensku. Andinn í sögum hans yfirleitt ekki íslenskur. Það svo margt sem kemur Íslendingum og þeim sem þekkja til þeirra einhvað svo kynlega fyrir sjónir. Í þessum smásögum get ég ekki fundið neitt sem geti ekki eins vel verið danst að nöfnunum undanskildum. Og það auðvitað skemmtilegt að þetta sé Dani búsettur á Íslandi sem að tekur að sér að úrskurða það hversu íslenskur Gunnar sé. En hann auðvitað að tala inn í einhvern hóp sem hann þekkir. Horfi á danska sendikennaran núverandi og vona að hann sé hóværari en Holger Wie. En Gunnar brást ekki sérstaklega við þessum aðdróttunum á sínum tíma. En löngu seinna, árið 1935, skrifaði hann föðurbróður sínum, séra Sigurði Gunnarsinni, sem var kannski besti vinur sem hann eignaðist á ævinni. Hann kallaði hann ævinlega bróður í bréfaskiptum þeirra á milli. Og hann skrifar bróður þetta árið 1935. Annars barst mér fyrir nokkru níðvísa að heiman, eða þó með íslensku frímerki en að vísu stimpluðu í Kaupmannahöfn, þar sem ég var nefndur danskur Íslendingur. Ég hef nú heyrt það fyrir. En þetta rumskaði við mér og eftir nokkra umhugsun var ég að játa fyrir sjálfum mér að þetta hefði verið rök að styðjast, að það væri satt og mér þætti engin skömm að. Og þetta finnst mér áhugaverð staðhæfing.
ekki síst í ljósi allra þeirra Íslendinga sem hafa verið ásakaðir að vera danskir Íslendingar í gegnum tíðina. Hún sýnir okkur hversu ólíkur Gunnar flestum íslenskum rithöfundum, listamönnum og menntamönnum sem dvöldu langdvölum í Danmörku. Hver sem það var sem að kallaði Gunnar danskan Íslending, vísan var nafnlaus, þá meinti viðkomandi það augljóslega sem móðgun, en Gunnar tekur uppnefnið einfaldlega til sín og þykir engin skömm af. Enda var Gunnar virkur þáttakandi í dönsku samfélagi á þessum tíma. Hann var það allt frá því snemma á 3. áratugnum og þar til hann fluttist heim 1939. Þá tók við nýr tími og að sumu leyti lenti Gunnar aftur í hlutverki innflytjandans þegar hann sneri heim á æskuslóðir eins þversagnakennt og það kann að hljóma. Gunnari fannst hann oft vera utangáta í íslensku menningarlífi, sérstaklega þann tæpa áratug sem hann bjó á Skriðuklaustri. En það var líka velta því fyrir sér hvort að stíllinn á síðustu skáldsögum hans sem hann skrifaði eftir að hann fluttist heim, sérstaklega Brimhentu, sé ekki einmitt stíll sem ber þess merki að hann sé á ný innflytjendahöfundur. Þetta stíll höfundar sem að vísu á sér íslensku að móðurmáli og kann málið betur en flestir. En hann samt að kanna nýjar slóðir í beitingu þess, slóðir sem eru kannski ekki kunnar þeim sem að aldrei hafa þurft að beita öðru tungumáli en móðurmáli. Ein leiðin til að segja sögu Gunnars sú að segja að hann hafi verið maður og skáld sem alla ævi leitaði að heimalandi. Allt frá því hann yfirgaf heimahagana á Austurlandi 18 ára gamall, þar til hann var lagður til hinstu hvílu í Viðey, 86 ára. Gunnar segir frá því einhvers staðar að þegar þau Franziska bjuggu í Danmörku þá hafði þau dreymt eyju í norðrinu og sú eyja var Ísland. Þegar þau voru komin til Íslands þá dreymdi þau aðra eyju sem var í norður frá Dyngjuvegi. Sú eyja var Viðey. Þar Gunnar grafinn. Á sínum tíma þá lauk ég næst síðasta kaflanum í ævisögu Gunnars á þessum orðum. Hann ekki grafinn í Danmörku og ekki á meginlandi Íslands heldur. Út yfir gröf og dauða var hann framandi því þjóðlífi sem lifað var á Íslandi á síðari hluta 20. aldar. Hann var sér á parti bæði heimamaður og gestur, bæði á Íslandi og í Danmörku. Og það freistandi að breyta þessum orðum aðeins í tilefni dagsins og segja að hvílustaður Gunnars í Viðey sé til vitnis það að hann hafi verið innflytjandi út yfir gröf og dauða. Kærar þakkir fyrir þetta, Jón Ingvi. Þetta var fróðleg yfirferð yfir þetta. Það kannski rétt að nefna þetta með titilinn á málþinginu, að tilheyra engum bókmenntum, að þetta svona sækir óbeint í blaðaviðtal sem að Gunnar veitti 1929 í Dönsku blaði, þar sem að hann var svona spurður og það hvar voru megin Atlantshál að hann áliti sig nú vera. En hann svona, ég skrifa á dönsku og þá tilheyri ég dönsku bókmenntum, ég skrifa Ísland og þá kannski tilheyri ég íslensku bókmenntum, en kannski ég bara þarna einhvers staðar mitt á milli og tilheyri engum bókmenntum og bara í miðju Atlantshafi. En við höldum áfram með erindin og Anna, gjörðu svo vel. Takk fyrir boðið. Rosalega gaman að tala hér í dag. Mikil heiður. Bókmenntir hafa verið dýrmætasti menningararfur Ísland hefur haft síðan landnámsins tíma. Tungumálið ómissandi hluti sjálfsmyndar Íslendinga. Bókmenntir skrifaðar á íslensku af afkomenda víkingarna samkvæmt flestum íslenskar bókmenntir. Á skiltunum á flugvellinum í Keflavík stendur Welcome to Iceland á ensku og velkomin heim á íslensku. Að tala íslensku kannski næstum eins og hafa Ísland að heimalandi. Íslendingar tala íslensku hefur lengi verið eitthvað sem flestir
eða flest hafa trúað á og lifað eftir. Og Ísland hefur samt lengi verið frekar einsleitt, þótt að það hafi kannski alltaf verið fólk sem hefur flutist að kannski bara tilviljanakennt. Senasta áratugu hefur íslenska samfélagi eykist og orðið misleitt, þar sem innflytjendur eru 16% allra á landinu og kannski meira. Það getur hafa breyst á leiðinni til landsins í gær. En þessi þróun hefur gerst með miklum hraða allt frá byrjuninni af þessari öld og hún byrjar smám saman líka að hafa áhrif á bókmenntasamfélagi. En staðan á hinum Norðurlöndunum hefur verið aðeins öðruvísi hvað varðar fólksstrauma og innflytjaða bókmenntir. Í Svíþjóð var hraðari þróun og gerðist aðeins fyrr þar sem innflytjendur byrjuðu að streyma snemma á 1960 og fyrstu bækur eftir höfunda af erlendum uppruna koma út þegar 1970 og þar á eftir kemur Noregur, þar sem fyrstu bækur erlendra höfunda á norskri tungu byrja miðjan 9. áratugs. Senustu voru innflytjandi höfundur í Danmörku sem koma fyrst út í lok 1980 og byrjun 1990. Annað merki hraðari þróun í Svíþjóð að fyrsta safnritið eftir erlenda höfunda í Svíþjóð kemur út þegar í 1995 og inniheldur ekki orðið innflytjandi, heldur heitir Veröld í Svíþjóð, alþjóðlegt safnrit. Khalid Hussain flytur einn frá Pakistan til Noregs og skrifar skáldsögu Bakkis sem kemur út í 1986 þegar hann var bara 16 ára og hún selst í næstum því 60.000 eintökum. Þegar hún kom út samt, þá var skrifað í Aftenposten. Eins og alltaf maður hissa að útlendingur tali norsku, allavega fullkomna norsku. Ett auga rött eftir Jónas Hassan Khemiri kemur út í byrjun þessarar aldar, 2003, og fyrsta stóra innflytjenda saga í Svíþjóð. Og munurinn sá að Khemiri fæddur og uppalinn í Svíþjóð og tilheyrir annarri kynslóð innflytjenda, þar sem pappi hans kemur frá Túnisi. Og þetta má segja líka mikið á svokölluðum innflytjendum bókmenntum síðustu áratuga í Skandinavíu. Eitt stærsta danska höfunda annarrar kynslóðar Yahya Hassan af palestinskum uppruna. Hann gefur út bók sína Yahya Hassan, ljóð, í 2013 og hún selst í 100.000 eintökum í sama mánuði sem hún kemur út. Og þessir þrír höfundar lýsa allir hvernig þeir alast upp í gettó eða að vera öðrum uppruna í menningarheimi og samfélagi sem svo öðruvísi en menningin heima hjá þeim og lýsa kannski helst upplifun ungra karlmanna af að vera á milli tveggja heima og heyra til báðum samfélögum eða kannski ekki alveg. Og Yahya Hassan nú í ár orðinn partur af nýjum bókmenntum í Danmörku, sem fyrsti höfundur af erlendu bergbroti. Og þetta eru samt bara einstök dæmi brautryðjendur innan Skandinavíu sem höfðu áhrif á bókmenntavettvang og skipa einungis hluta af senunni af innflytjaða bókmenntum, sem í dag skipast af bæði bókmenntum skrifuðum á innlensku máli af innflytjaða höfundum, líka þessum postmigrationshöfundum eins og það heitir og jafnvel transkynþátta höfundum sem voru ættleiðir til Norðurlandana frá öðrum löndum. En á Íslandi gerast ekki þessar stórar fólkastraumar fyrir á þessari öld. Á síðustu öld hafa vissir einstaklingar verið í útlegð á Íslandi á tíma seinni heimsstyrjöldina. Þýskur höfundur og bóhemi sem að mestu leyti hefur verið gleymdur, Albert Distel, neitaði að styðja stjórn Hitlers og flutti til Íslands þar sem hann bjó í 17 ár. Hann gaf út og skrifaði skáldsögur sem ennþá ekki gefið út útlegð sína á árin á Íslandi. Og það var fyrst í ár skrifuð og varin doktorsritgerð hann
sem varpar ljósi á höfundaverkið hans og tengslin við Ísland. Ritgerðin skrifaði af Jónasi Bókelmann á þýsku sem deili gráða milli Háskóla Íslands og Munich háskólans. Og Albert Ádi Stell skrifaði á þýsku en oftast undir dulnefni Ísland. Annan dæmi útlegðar höfund sem bjó á Íslandi og skrifaði Ísland Melita Urbancic frá Austurríki sem var gyðingur. Hún var rithöfundur, bókmenntafræðingur, þýðandi, myndhöggvari og leikkona. Hún skrifaði ljóðabók á þýsku Vom Randerwelt sem var fyrst gefin út eftir dauða höfundarins 20 árum seinna í 2014. Þá kom hún út bæði á þýsku og íslensku, þýdd af Sölva Björn Sigurdsson, undir titlinum Frá hjara veraldar. Fyrir nokkrum árum var líka haldin sýning Melita Urbancic á Landsbókasafninu. Svo maður getur sagt að báðir þessi höfundar sem bjuggu á Íslandi skrifuðu á þýsku og verkin þeirra voru annarkvort alls ekki gefið út eða gefið út fyrst eftir dauða þeirra. Og verkin voru hvorki gefið út á Íslandi eða Þýskalandi eða Austurríki á meðan þau lifðu, af því að kannski engum þótti að þau tilheyrðu neinum bókmenntum. Í kjölfarið þeirra hefur verið einn og einn höfundur sem búsetti sig á Íslandi og skrifaði landið á móðurmáli sínu og var síðan þýddur yfir á íslensku á meðan þeir voru á lífi. Með einni undantekningu, það Wolf von Siebel frá Lettlandi sem skrifaði á íslensku. Hann fluttist til landsins í 1945 og breyti nafninu sínu í Ulf Friðriksson. Hann var áhugasamur íslenska flóru og fánu og skrifaði bók íslenska hesta í 1977 í ríki hestsins. Seinna í 1988 kom út bók kirkjugarðinn Hóðavallagarð sem heitir Fundið og gefið sundurlausir þankar á leiðum milli leiða í kirkjugarðinum við Suðurgötu. Og sem sagt, báðar bækurnar eru skrifaðar á íslensku. Nadersta Sigurdsson frá Tékklandi skrifaði bók móður sína sem var ein fyrsta tékkríska kvenna sem ferðaðist til Íslands í 1926. Bókin var þýdd yfir á frönsku og íslensku og heitir Leiðin leiddi til Íslands frá 1997. Og Nadersta var gift íslensku manni og seinna í lífinu bjuggu þau bæði á Íslandi. Einn af þessum fyrstu innflytjendum samtímans sem flytur til landsins og enda á lífi, Gérard Lemarquis, kemur frá Frakklandi og hann skrifar og gefur út bók í 1981, ljóðabók sem heitir Poésie de Island og þýdd yfir á íslensku af Þorgeiri Þorgeirssyni og heitir Franskar Íslands vísur. Hann kannski betur þekktur fyrir hlutverki sínu franska menntaskólakennarans í kvikmyndi Nói Albinói, þar sem sonur hans fer með aðalhlutverk. Af sömu kynslóðinni líka höfundur Marjatta Ísberg frá Finnlandi sem hefur breytt nafninu sínu í Mariu Rún Karlsdóttur. Hún hefur skrifað og gefið út bækur á íslensku. Sú fyrsta var smásagnabók, Ljóðeskur maður borinn til grafar, Sögur af lífi og dauða og kemur út í 2002 og árið seinna koma Óræðir draumar og svo 2009 Gestsaugað. Og þegar fyrsta ljóðabókin hennar kom út var birt rýni hana í Morgunblaðinu, skrifað af Kristínu Heiðu Kristinsdóttur. Þar segir hún meðal annars: Af einhverjum ástæðum hefur hin finnska Marjatta kosið að nota íslenska höfundarnafnið María Rún Karlsdóttir og eflaust það gert til að koma í veg fyrir misskilning að þetta sé þýdd bók. Eins undirstrikar hún þannig að hún íslenskur höfundur. María hefur náð góðum tökum á íslensku máli, en þó kom einstaka sinnum fyrir að ég fann fyrir því að íslenska væri ekki hennar móðurmál og það var eina helst í röðum orða í setningu. En það fyrst í 2008 að það kom út tillögur íslenskar málnefndar að íslenski málstefnu, íslenska til alls, þar sem íslenska sem annan mál reyndar tekið inn og verið minnst á. Og í þessari bók, Íslenska til alls, stendur á lista yfir aðgerðir sem íslensk málnefnd lagði til
til þess að ná markmiðum sínum, stendur svona, að innflytjendur verði hvattir til að segja sögu sína og tjá sig á íslensku þannig að íslenska sem annað mál fái sess í íslenskri bókmenntasköpun. Efna mætti til námskeiða í skapandi skrifum fyrir þá sem tala íslensku sem annað mál. En það muni taka tíma þangað til þetta verði að veruleika. Þetta mögulega smá saman að breytast í dag og hreyfast kannski í rétta átt. Og einn fyrstu höfundana með annað upphaf en frá Íslandi sem hefur verið partur af svona skipulögðu íslensku ljóðasenunni er Angela Snæfellsjökuls Rawlings. Hann hefur tekið þátt í ljóðakollektífunni Nihil á sínum tíma og þau voru mest aktív þarna á milli árið 2000 og 2010. Og reyndar kom hann í fyrsta skipti til Íslands sem gestur á alþjóðlegu ljóðahátíðinni haldin á vegum Nihils í 2007 og flutti seinna til landsins. Og hann hefur áruna rás gefið út fleiri bækur sem notfæra sér íslensku sem efni í annars enskumælandi ljóðagerð. Annar höfundur sem var hluti af íslensku ljóðasenunni sem verðlauna höfundur í sínu heimalandi í Galísíu er Elias Portela eða Elias Knörr sem hann gefur út bækurnar sínar undir hér á Íslandi. Fyrsta ljóðabókin hans kom út í 2010 og heitir Sjóarinn með morgunhestana undir kjólum. Og svo koma fleiri bækur. Hann verður líka partur af íslensku ljóðaseríunni Meðgönguljóð sem hafði mikið áhrif á ljóðagerð frá árinu 2011 og kannski í tæpan áratug síðan. Annar verðlaunaður höfundur sem flutti til Íslands og heldur áfram að skrifa móðurmáli sínu, arabísku, er Mazen Maruf frá Palestínu sem fékk hæli á Íslandi í 2011. Og hann hefur líka verið tilnefndur til alþjóðlegu Man Booker verðlaunanna. Svo Elias Knörr sem tekur að sér íslenskt dulnefni og yrkir á íslensku, Angela Rawlings sem seinna bætti við Snæfellsjökuls við nafni sitt og stundum vinnur við íslenska tungu sem efni í ensku ljóðunum sínum og svo Mazen Maruf sem heldur áfram að skrifa á arabísku. Og öll þrjú hafa meira eða minna verið partur af íslensku bókmenntasenunni þegar í byrjun þessarar aldar. En ákveðin tímamót verða þegar 17. júni 2014 persóna af erlendum uppruna, svo kallaður nýr Íslendingur, í fyrsta skipti fékk að halda ræðu í tilefni dagsins á þjóðarútvarpinu á Rás 1 á íslensku. Og íslenska sem annað mál fer að hljóma víða. Ræðan var meira eða minna orðin víral, eins og það heitir á góðri íslensku, og birt af mörgum fjölmiðlum og í samfélagsmiðlum líka á samfélagsmiðlum skrifar fólk hana. Fyrir forseti Íslands Guðni T.H. Jóhannesson vitnar í ræðuna tvísvar í opinberu ræðum sínum, 3 og 5 árum eftir að ræðan var haldin, einu sinni við opnunina á íslenskum bókmenntaverðlaunum og í annað skipti í opinberi heimsókn í Winnipeg, hjá afkomendu Vestur-Íslandi. Og ræðan fjallar hvernig það er að vera nýr Íslandingur sem hefur búið á Íslandi í tæplega 3 ár og sem talar tungumál. Hún er stappfull af bókmenntatilvitnunum og fær mjög jákvæðar móttökur, þrátt fyrir að hún inniheldur líka gagnrýni sín á samfélaginu. Hún er byggt upp sem ævintýri og upphaf ræðumannsins kemur fyrst í lok ræðunar. Ég er Anna Mjallhvít Drekadóttir. Ég er Anna með einu enni. Á Íslandi er ég reyndar með löngu æ. Íslendingar kalla mig Önu og eins gott þeir beini. Þegar þú setur nafnið mitt í beigingarmistur íslenskunar, ertu að taka mig í faðm þér. Hér vil ég vera, hér á ég heima. Í samlifi eldgossa og jökla, í spennu ísins og eldsins, í samkeppni ljós og myrkurs. Og í sömu ræðunni kemur ræðumadurinn út úr skápnum sem ljóðskáld, sem líka hefur verið að yrkja á íslensku og frumflytur ljóðana sína. Ræðan sjálf er líka eins konar fagur bókmenntalegu texti sem samtímis fær svona metalag og seinna byrja sannarlega
hún að birta ljóð í helstum íslenskum tímaritum og kynir sig stundum sem ljóðskáld sem birtist á blaði, hljóðbylgjum og veraldarvefjunum. Og þarna mikið af orðaleikjum og margræðni, bæði í þessari kynningu en líka í ljóðagerðunum. Og hún heldur áfram að kynna sig í myndum þar sem annarkvort hausinn skorinn af eða maður getur bara séð skuggan af manneskjunni sem við gerum ráð fyrir sé skáldið sjálf. Þannig að hún heldur í dulargerð þó að kannski alvöru nafnleysi hefur aldrei verið hugsunin með dulnefninu í svo litla samfélaginu sem Ísland Og þarna kemur líka seinna í ljós að þessi ljóð eru slegin í gegn í íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands, þar sem þau eru lesin og margar ritgerðar skrifaðar þau. Það getur ekki verið sagt móttöku á höfundunum af öðrum uppruna en íslenskum á sínum tíma, sem ofta stöðuðu á ævisögulega stigi, allavega þangað til nýlega. Þetta hafa medlimar úr kollektífunni og örforlagi Óspressunni skrifað grein í 2020. Samkvæmt rannsókninni sem Angela Rawlings, Lara F. Hoffman og Randy V. Stebbings gerðu, móttaka rithöfundanna oftast jákvæð og inniheldur umtal marglyndar útgáfur þeirra, en að skrifin innihalda oftast svokallaðar othering tón. Oftast koma fram upprunalönd höfundanna, stundum vitlaust, og upplýsingar hversu lengi þeir hafa búið á Íslandi. Það sjaldan sem bókmyndirnar verða ræddar. Þegar fyrsta safnritið sem inniheldur skrif höfunda af erlendum uppruna, Polyfolia af erlendum uppruna, ritstýrt af Natasha S., kom út í 2021, þá kemur út ritrýni skrifað af Snædísi Björnsdóttur, sem tekur þemu og vísar í texta. Og í þessum ritrýni kemur jafnvel greining á 2 ljóðum. Einu eftir Önu Mjallhvíti Drekadóttur og hinu eftir Evu Macinek. Sjón hefur líka greint bókina sem tímamótaverk í íslenskum bókmyndum. Og þetta hefur síðan batnað enn frekar. Til dæmis Natasha S., Jakub Stachowiak og Má Alheimsdóttir hafa fengið bæði verðlaun og umfjöllun í íslenskum fjölmiðlum fyrir bækurnar sínar. En hvernig ég með tíma? Styttist þér það? Ekki gott. Ok, ég reyni að fara hratt yfir þetta. Það eitt sem ég langar að koma fram að tilfinnum á erindinu mínu og það þetta með dulnefni. Það kannski mest áberandi að mörg íslenska íflytjandi skálda nota dulnefni og gerðu það bæði áður í tímanum og núna í dag. Og dulnefni vekja líka alls konar tilfinningar. Stundum fær maður spurningar jafnar þau. Eins og hér til dæmis fæ hún Anna Mjallhvít Drekadóttir spurningu frá sínum kollega af hverju hún nota dulnefni eins og Má og Elías líka og af hverju allur þessi sjálfsvitundar leikur. Af hverju að fela sig á bakvið dulnefni. Þarna var spurningin. En þetta var sem betur fyrir engin ásökun, þetta var bara spurning, þetta var bara forvitni. Og þetta náttúrulega svolítið spennandi að því að, svo lýsir Anna Mjallhvít eitthvað að það gaman að leika sér og fá fólk til að hugsa það og kemur einhvers konar lýsing að því að þetta kannski hluti af heildarbirtingamynd skáldskapar á íslensku. En kannski þetta forvitna ljóðskáld þekkti þá ekki til bókmenntafræðings Jeanette og rannsóknar hans á dulnefni sem samkvæmt honum mikilvægur partur af paratextanum og hefur mikið áhrif á móttöku lesandans og skilning á verkinu. Jeanette segir, clearly using a pseudonym is already a poetic activity, and the pseudonym is already somewhat like a work. If you can change your name, you can write. Svo fyrir Önu dulnefni ekki feluleikur, heldur metaljóðrænt
lag á skáldapersónu sinni eða eins konar framlenging af ljóðagerðinni, eins konar skáldskaparleikvöllur. Og kannski það ekki alltaf eins fyrir alla. Fyrir til dæmis Albert Dáði Stel sem var nefndur áðan, hann þurfti að flýja stjórn Hitlers og skrifa undir dulnefni til að forðast hættuástandi. Fyrir Natursjó S sem skrifar stríði í Úkraínu snýst það kannski líka að halda áfram að vera nafnlaus framfyrir Putin af því að hún lýsir bæði í báðum ljóðabókunum sínum stríð á milli Rússlands og Úkraínu, hvernig það að horfa á það úr fjarska og hvernig það að koma aftur heim og hversu hættulegt það getur verið. Elias Knörr hefur líka lýst ástæðu fyrir dulnefni sínu. Hann notar Elias, hann aðlagar stafsetningu nafnsins til að kannski koma einhverjum hitta lesandan í miðjunni og tekur að sér þetta eftirnafn sem landnámsskip, Knörr. En það líka basnesk ættarnafn þar sem föður hans var baski. Þannig að mér hugsað til höfundarins Madame Nielsen frá Danmörku sem með því að breyta nafni sínu breytir líka höfuðapersónu síni. Það verður eins konar heteronym. Maður getur breytt kyni sínu með nafninu. Áður þekktur sem Klaus Beck Nielsen, Das Beckver, Klaus Nielsen og Helge Bille, þá segir hann að honum finnst meiri virðuleiki í að verða gömul kona en kall. Að það næstum því eins konar Karen Blixens blær yfir því. Og þess vegna verður hann að Madame Nielsen. Og kannski eitthvað svipað má segja líka tilfelli Eliasar, jafnvel Önu sem leika sér af þessum persónuleika sínum. Elias hann nota líka grímur þegar hann treður fram. Eða skuggaleik. Má Alheimsdóttir sem líka sem nothæfir sig líka að dulnefni, hún hefur lýst því því að einfalda nafnið sín, Malgorzata, sem svo erfitt að bera fram, þannig að hún kallar sig Mal, það eins konar gælunafn. Og svo Alheimsdóttir, kannski til þess að forðast, þetta túlkunin mín, að vera stimpluð eftir þjóðerni sinni. Kannski en stærri hætta að þegar maður tilheyrir stærsta hóp innflytjenda á landinu, sem því miður fylgja margir fordómar, þá vil maður kannski frekar vera Alheimsdóttir. Og ég svona smá saman að nálgast lok fyrirlestrarins. Og þá spyr ég kannski spurningunni, þetta tilraun til að fá séns, þrátt fyrir einhverju sem maður getur ekki stjórnað sjálfur, eins og einmitt Karen Blixen, þessi danski stórhöfundurinn, þurfti á sínum tíma að finna út úr því. Hún gerði það með því að nota karlmanns dulnefni, Isak Dinesen og Pierre André. Hún meinti að þetta væri eina leiðin fyrir kvenhöfunda að komast í gegn. Og ef kona langaði ekki að vera dæmd út frá kyni sínu, þurfti hún að skrifa undir karlmanns dulnefni. Ef maður langar ekki að vera dæmd út frá þjóðerni sinni, kannski þarf maður svo að skrifa undir hlutlausu nafni, eða jafnvel nafni sem hermir eftir lokal nafnahefð. Eins og Elias Knörr segir, ljóðakenningar mínar hafa alltaf snúist að neutralisera yrkjandi egoið, þegar hann lýsir heteronyminu sínu. Kannski tilraun Má líka og aðra höfunda sem nota íslensk dulnefni, meðal annars líka leið til að neutralisera þjóðernis egoið sitt. Tilraun til að takast af alvöru sem höfund sem yrkir á íslensku sem öðru máli í byrjun 21. aldar. Kannski hlýstætt þessari tilraun Karen Blixen sem reyndi að líka vera tekin alvarlega sem höfundur þrátt fyrir að hún var kona í byrjun 20. aldar. Á Íslandi ennþá verið að ræða innflytjendur fyrstu kynslóða sem skrifa á íslensku eða öðrum tungumálum. Næst allir samtíma höfundar sem voru nefndir í dag fluttu til Íslands viljandi sem fullorðnir og eru með háskólamenntun, oft bæði frá upprunalandinu sínu og frá Íslandi. Þetta frekar sérstök staða
Hér er ekki verið að ræða höfundar sem lýsa lífi í gettói og senan vex á hverjum degi, en við eigum eftir að fá bókmenntir eftir innflytjendur annarar kynslóðar eða ættleiðum einstaklingum. Það eru áberandi margir höfundar sem nota dulnefni, aðrir nota eigin nöfn. Kannski snýst það að geta verið einhverja manna í landi þar sem flestir eru börn einhverja. Allavega víst að notum þeirra á dulnefni er margþætt. Sum nota dulnefni sem brynju, sum sem greiða lesandanum, sum sem yfirlýsingu. En það má heldur ekki gleyma því að dulnefni eru líka fyrir sum þeirra bara afmikill ljóðræn parateksta leið vöppur. Takk. Kærar þakkir hana og þá er komið að passvorði. Þá ætla ég að fá hana Völu Mjallhvíti til að setja þetta hérna og sömuleiðis Natasju, Jakub og Helenu og hann Jóakim og síðan náttúrulega Viktoría Snærósa stýra þessu. Þannig að við höfum svona hálftíma í dag. Ég hann fyrir að fóra mentanum. Síðan já, við höfum svona hálftíma í þetta og síðan tökum við kaffihlé og reynum að byrja aftur hér upp úr 11. En þetta gengur ágætlega. Ykkur er þetta hljóðin á streymun í upphafi en það bjargaðist. Þú varst komin í loftfélagi. Okay. Er leiður fyrir að heyra hittist í mikrofónum hann? Já, ok. 1, 2, 3. Heyrist það? Það heyrist bankalega. Ok. Og heyrist nú ljómandi hérna í salnum líka. Ok, æðislega. Jæja, góðu gestir, kæru rithöfundar, það er gott að sjá ykkur í dag. Við opnum í raun og veru mjög mikilvægt samtal innflytjenda bókmenntir, innflytjendur í íslenskri bókmenntasenu, sem fólki sem býr hér, skapar hér og virkar út í raun og veru skilningi okkar á því hvað íslenska bókmenntir eru eða geta verið. Við ætlum samt ekki að ræða einstök verk, heldur reynslu höfundanna sjálfra sem hafa komið hingað með sínar rætur, sín tungumál, sínar lífsögur og hafa fundið sér skapandi rými hér á landi. Við skulum byrja á mjög stuttum upplestri. Við vorum beðnir að velja mjög stutt brot úr verkum. Gjörðu svo vel, já, við skulum byrja á því. Í upphafi var ekkert nema næturgyðja og guð morgunsins sem svifu saman á festingunni í ástríðufullum faðmlögum. Í 6 daga elskuðu þau í blíðum dansi. Á 7. degi beið næturgyðjan elskhugs síns en hann birtist ekki. Hún settist á dimmt tunglið sem byrjaði að lýsast upp. Gróf andlitið í höndum sér og fór að gráta, grét og grét í marga klukkutíma. Kjökrið bergmálaði alla veröldina, umbreyttist í vind. Sum stjörnulega tár storknuðu á himni, önnur féllu í hafið og urðu að eyjum. Þær eru nú þekktar sem stjörnudanseyjur. Á fyrstu eyjunni má finna tjörn sem frýs aldrei, jafnvel þegar jörðin rímar. Frá glittrandi vatni stafar stanslaust morgunrjóðri bystu. Sagt er að þeir sem eru hjartveikir af sorg eða harmeygðir ferðist þangað til að baða sig í henni, svo hjartað í þeim
hreinist ekki alveg af myrkri. Sjúklingarnir sjúga allt ljós inn í sig í von að þeir læknist. Ó, þolinmæði. Það sem liggur ekki á hjartanu. Það sem liggur í hjartanu liggur ekki á. Mors, þú sér mig ekki, en höndin þín umlykur mig alla. Ég fyrirgef sjónleysið. Slökkvum á berunni og hlustum hvort á annað í fullkominni þögn. Bókmenntafræðingur. Þú lest mig eins og ljóðabók. Lag fyrir lag. Aftur og aftur. Framan af, aftan af. Fyrir hvern frasa næri kjarnanum. Hjartasteinn horfði á mig upp úr hrúgunni, vildi vera mér samferða, valdi mig sjálfur. Fór fagnandi heim en fjallið munar. Hjarta fyrir hjarta í hendinni, í gílinu glóandi geymir steinasafnari, steinhjartan, syngjandi. Mona Lisa. Andlitið á mér steypt eftir þinni hönd, eftir að fingurförin mótuðu gagnaugun, eftir að ég steypti mér í augasteinana með varanlegu frykki á vörunum. Nakinn stendur Ósmann fyrir utan byrgi sitt, stendur gleiður á fjölum lífsins, styður höndum á mitti, skeggjaður, þróttmikill maður fríður sínum, draugum tjaldið frá söguleitinni. Það mjög freistandi að lýsa honum í smáatriðum, en ég kýs að gera það ekki, slíkt væri ókurteisi. Því hann veit ekki að ég að fylgjast með honum. Ég ætla hins vegar að útskýra lítið eitt ástæðu þess að hann nakinn. Enn tími til stefnu, enn hefur hann ekki tekið eftir konunni sem liggur á sandbakkanum við fljótið, klæðalaus eins og hann og ef til vill dauð. Það runnin upp ný öld í Skagafirði. Hún rann upp fyrir skemmstu og það gerðar miklar væntingar til hina nýju tíma. Ósmann hefur lifað 42 vetur og í blóma lífsins, myndi maður halda, en því miður dagar hans nánast taldir. Ég mun greina frá endalokum hans þegar þar að kemur, gera örvæntingar fulla tilraun til þess að varpa ljósi á líf hans allt og skilja dauða hans. Já, hver veit nema ég reyni að skilja dauðan sjálfan, en hinum beisku endalokum sem bíða okkur allra, þegar tjaldið fellur, hyggst ég ýta á undan mér á meðan kostur . Nú færist ró yfir salinn og nakti maðurinn, stattur á leiksviði ævi sinnar, horfir út í myrkrið eins og hann sjái ekki fólkið sem hefur orðið á vegi hans ævina eða á enn eftir að hitta hann, en bíður nú óþreyju fullt eftir að ferjumaðurinn hreyfi sig og að sagan hefjist. Jeg ætla að lesa eitt ljóð sem heitir Ný málfræði. Ég var hrædd en kom samt til að vera heima. Í mínu tungumála umhverfi, hvíla alveg skúfan. En verðum orðið virðist hafa breyst að meðan ég var virka. Hvísl orðið auðvitað samskiptamáta. Réttumsvörðum tilkynningum samleikunum hvíslar. Dreifum hvíslaði verða öskvíslar.
samheiti eru fjölbreyttir. Í staðinn fyrir skrifa það sem gerðist ástandið auðvitað það. Í sjónvarpsfréttum eru sagnorð orðin óreglulegar. Hernámið í státið orðið frelsum í myndið. Förðund hafa einnig breyst. Innrásaherr sem áður voru þeir nú við. Hér ekki að hluta við heldur þau. Þetta er bara hluta af sögu Kaktus. Sér hann mig ekki. Blöndur eru ekki innan hans áhugasvið. En ég var ekki hér síðustu viku og núna ég hér. Hann átti að taka eftir mér. Ég ekki í miðjustöðuna, en í þessu horfni sem ég í, ég samsýnileg. Ég held það. Ég sé hann mig ekki. Núna, þar sem ég hef ekkert annað að gera í lífinu nema að vera ein, fer ég að hugsa. Hvernig endaði ég hér? Þetta gerðist ekki allt í einu. Reyndar gerðist þetta svo hægt og rólega að maður átti ekki erfitt með því að hunsa það. En ég man vel eftir fyrsta tilraunum. Það byrjaði sem lítill svartur punktur alveg við varirnar, mjög líkur fæðingarbliki, sem óx eins og harðhægt skeggaf. Ég blokkaði það í burtu og hugsaði ekki meira það. Hann kallaði á mig þegar hann kom heim eftir vinnu. Ástin mín. Ég reyndi að svara, en það gekk ekki. Ástin mín, ertu heima? Ég horfði á hann. Hann fór að leika aðeins, gekk inn í skrifstofuna mína, í eldhúsið og á baðherbergið. Svo þurfti hann að pissa, og það var það. Þegar hann kom út af baðherberginu með símann í hendinni, sá ég í augunum hans að hann var búinn að gleyma hvað hann var að gera. Hann horfði í áttina mína. Ég var glöð og létt. Ég vissi að ég gæti ekki tala með röddinni minni, en ég byrjaði að tala með innri rödd, eins og hann gæti allt í einu heyrt mig bara af því að hann horfði í áttina mína. Elskan mín, það er svo gott að þú hafir séð mig. Ég vaknaði svona í dag, ég var svo hrædd. Ég get ekki hrætt mig, mér langaði svo mikið að gráta, en ég gat ekki sýnist það. En núna, þar sem þú sér mig, er allt í lagi. Þú getur hjálpað mér, þú getur... En hann sá mig. Takk hérlega fyrir þennan upplestur. En við skulum byrja á byrjunni. Ég hafi öll flutt hingað, fullorðin og viljandi. Og því langar mig að spyrja ykkur, hvað var þetta við íslensk samfélag, íslenska menningu sem heitlaði ykkur og sérstaklega hver voru fyrstu augnablikin þar sem þið hafi fundið fyrir því að verkin ykkar á hvaða tungumáli sem eiga í raun og veru heimi hér. Helen, mig langar að byrja. Þegar ég fyrst kom hingað, ég man hversu falleg var að hlusta á íslensku. Þetta var eins og tónlist fyrir mig og það var sérstaklega falleg. Ég hafði aldrei heyrt svona hljóð eða svona tónlist í tungumálum, heyrist ekki í mig. Og þetta gerðist bara einhver veginn náttúrulega að mér langaði að tala íslensku og skilja meira. En núna, eða þú veist, fyrir nokkrum árum hef ég ekki heyrt aftur þessi tónlist og því að ég skil núna tungumál, þannig að ég hef tapað það. En já, þetta var svona fyrsta sem kemur í hug þegar ég hugsa hvernig var íslensku fyrir mig. Og svo hvað var annar spurningin fyrir? Já, önnur spurningin var hver voru fyrstu augnablik þegar þú varst byrjuð að skrifa og aldrei fattar þú, já ok,
verkin mín eiga heima hér? Já, sko, ég var mikið að skrifa en ég trúi aldrei að ég var rithöfundur. Þangað til ég kom hingað. Þá fólk sem var í kringum mig og þú veist, eins og Óspressan, það var svona fyrsta skref sem ég kom með í íslensku bókmenntum, styðja mig svo mikið að ég byrjaði að trúa að ég var rithöfundur. Og svo ég valdi að byrja að skrifa á íslensku en þetta var ekki, ég veit ekki hvort ég var tilbúin í því. Ég gerði þetta af því að ég fattaði allt í einu að ef ég væri ekki að skrifa á íslensku þá það var mikið sem ég gæti ekki tekið þátt í. En ég samt þakklátt af því að þetta var svona eins og að ýta mig aðeins og ég þurfti þess. Ég hélt að ég væri ekki tilbúin en í rauninni ég þú veist, já, ég bara einhvern veginn tilbúin að gera það og ég að gera það núna. En ég myndi ekki hafa gert það ef ég myndi ekki að finna fyrir pressu. Takk hérlega, Natasja. Hver var þín upplifun? Að skilja skriftumyndir hér í íslensku. Ég held ég bara byrjaði að skrifa ljóð þegar ég var að undirbúa Polifóniaverðlaun Óperuna og ég var ritstjóri og þetta var bara smá plata því að ég var svona ritstjóri og hún ekki heldur mig þannig ég bara, já, ég mætti svo bara að skrifa ljóð sjálf sem ég gerði. Þannig að það var ekki, já, það var alveg mjög skrítið. Það var ekkert sem ég fór, það var bara þar sem ég lefði. En við erum mjög þakklátt fyrir þessu tilvíðum. Jóhann, hvað vildir þú segja okkur? Sko, fyrsta veturinn minn á Íslandi fyrir meira en 20 ár, þá vann ég á Bóndabæ í Hvalfirði og kvöldin voru mjög svona löng og ég las mikið af íslenskum skáldsögum þaðan. Á þýskum. Ég upprunalega frá Sviss. Þannig fyrir mér voru íslenska bókmyndir hljómar alltaf svolítið þýsk. Ég hef bara lesið Laxness á þýsku, og ég byrjaði að skrifa þarna á Bóndabæ og gerði svona mína fyrsta tilraunir að skrifa skáldsögum. Og það tekst þar ekkert gefin út en ég finn þarna eitthvað sem ég hef gaman af og held áfram að skrifa og mér finnst eiginlega það sem ég var svo hrifinn af Ísland og upplifanir voru svo sterkar að ég var mikið að skrifa Ísland. Sögursviðið var strax á Ísland. Þannig mér fannst ég strax herma eftir þessum íslenskum skáldsögum og fannst einhvern veginn að þetta eru íslenskar skáldsögur. Svo ég gefin út í Sviss á þýsku og mjög svona vongóður að nú verður þetta þýtt yfir á íslensku. Það tókst ekki, það tók langan tíma, fannst mér, þangað til ég var þýttur á íslensku en ég fatta þá, sennilega er ég ekki að skrifa íslenskar bókmyndir hér. Og fatta þá að tungumál sterkari, hindrun mjög sterk þar, sko. En svo uppgötva ég Gunnar Gunnarsson og þarna finn ég mann sem, ég myndi ekki segja lendir í svipu, en hann, fyrir mér eru bækur hans mjög bara tilheyra íslenska bókmyndir klárlega. En hann var að skrifa á dönsku og þá fannst mér, kannski eru þessar bækur samt íslenskar skáldsögur. Og þarna, í gegnum hann held ég finn ég svona, ég tilheyri þessum bókmyndum þó að ég ekki enn þýttur og svo var ég þýttur og með það finnst mér enn meira að ég tilheyra
Svona var þetta í byrjun. En það eru íslenska bókmenntir ekki bara tungumálið. Endilega. Þú hefur ekki gefið út neina bækur að skrifa áður en þú fluttir til Ísland? Nei, þetta er virkilega, ég fæ svona þörf til að skrifa hér á Ísland. Já, æðislegt. Anna. Já, það sem heillaði mig við íslensku var andblásturinn. Það er svo sjálfgæft í tungumálum að vera með svona einkenni. Og mér fannst þetta hljóma svo óbúslega skemmtilega. Og ég hugsaði að þetta tungumál verði að læra einhvern tímann. Og þess vegna flutti ég til Íslands bara vegna andblástur. Þetta er ekki lygi, þetta er sannleikurinn. Og það að skrifa á þessi augnablik þegar þetta gerist. Já, kannski er það bara leiðin mín til að tilengja mér tungumálið líka. Því að það að vera í heiminum fyrir mig hefur alltaf verið líka að yrkja og ljóðagerð er leið til að vera í heiminum fyrir mig. Og það er eiginlega mjög svona einkamál, en svo gerist þetta að einhver byrtir eitthvað. Og þá byrja þetta mjög snemma. Kannski jafnvel á fyrsta ári hér á landinu. Þetta er bara leiðin til að rannsaka tungumálin, gera það að mínu og tjá mig einfallega. Það er nauðsynlegt fyrir mig. Það er hjá þér. Já, ég heyrði íslensku í fyrsta sinn þegar ég var 14 ára. Og það var platan Mín Glómið sem að Björk gaf út af svona jazztónbreyðum 10. áratug. Og það var í fyrsta sinn sem ég fer til foreldra mína og tilkynni þeim að einn dag að flytja til Ísland og læra íslensku. Okay. Algjör fávítis unglingur sem hefur ekki hugmynd hvað hann er að tala um. En til þess að svara annarri spurningu það voru 2 augnablik. Það var á öðru ári í íslensku námi, það var árið 2019 að mér minnir, þegar ég var í bókmenntanámskeiði hjá Hauki Ingvarsinni og Sigrúnu Margréti Guðmundsdóttur, bókmenntafræðingum, og þetta var námskeiði í íslenskum bókmenntum. Það kom Fríða Ísberg í einn tíma til þess að tala verkin sín og ferlinn sinn og allt þetta. Og þegar ég hlustaði á hana, þá fattaði ég að hún var jafngömul mér. Og þá var ég bara, og hún var búin að gefa út, tvær bækur þá og líka með svíkarskáldum og gera bara alls konar. Og þá fattaði ég bara, já, ef hún getur það, þá kannski get ég það líka. Og ég man að ég skrifaði eitt prósa ljóð og sýndi það engum nema Sigrúnu Margréti og hún var mjög henduð og hún hvatti mig áfram. Og það er kannski hvatningi sem skiptir meira máli heldur en heimsókn Fríðu, þó að hún sé frábær. Bara svo að sé Takk kærlega fyrir þetta. Það sem við vorum að tala núna, þetta er frekar innra ferlið, en rithöfundar og skáld eiga að skipta við heiminn. Og því langar mig að spyrja, hvernig tóku útgefendur, þínir rithöfundar og lesendur á móti ykkar? Og kannski hafið þið upplifað að lesendur lesa ykkur fyrst og fremst vegna uppruna eða í gegnum uppruna, eða kannski fylgir því að vera innflytjandi rithöfundur ákveðið frelsi þar sem þið eigi ekki að aðlagast neini bókmennahefð. Er það erfið spurning? Þú mátt fyrir Jakob. Já, svarið er í rauninni bæði já og nei við þessu síðasta sem þú sagði. Það er bæði frelsandi, af því að ég þarf ekki að pæla í Íslendingasögum eða Laxnesi með allri virðingu. Ég þarf ekki einhver veginn að baða mig upp úr þessari hefð og einhver veginn tala við hana heldur. Ég get bara skrifa það sem ég vil óháð henni. En þetta getur líka verið takmarkað.
þetta hugtak einhvern veginn, innflytjenda höfundur. Að það mjög mikið svona sjónaukan beint að tungumálinu. Því hvernig þú skrifar en ekki hvað þú segir kannski. Og það meira bara svona, ég man að það var svona eitt augnablik þegar ég var í ritistarnámi þar sem að ég fattaði bara þið eru að lesa þennan texta bara hvernig ég les en ekki hvernig ég segi þetta en ekki hvað ég að reyna að segja. Og með langar, ég að segja ykkur eitthvað. Já, en viðbrögð lesenda verið bara mjög jákvæð og mjög hvetjandi og líka uppgefenda og svona. Eitt sem ég tók eftir, sem langar reynda, sem getur verið kannski smá mælikvarði á því hvernig þetta viðhorf hefur breytt kannski smá, að þegar ég byrjaði að koma fram í viðtölum og svona, ég var í Kiljunni og RÚV og alls konar. Þegar þetta byrjar fyrir 4 árum, þá fæ ég mjög mörg skilaboð frá bláókunnugum einstaklingum, bara eitthvað svona á netinu eða á götum úti, þar sem íslensku minni hrósað bara í háskjöld. Og þetta mjög svona, maður segir bara takk fyrir og þakkláttur og svona. Svo fer þetta að vera meira svona pirrandi kannski, eins og ég að segja á það. En þessum skilaboðum hefur hækkað mjög mikið. Þannig að þetta kannski segir mér að Íslendingar hafi vanist þessu að einhver skrifar og talar íslensku, einhver sem hefur ekki í íslensku að móðurmáli og orðin að, já, einhverji þjóðþekktri persón. Ég skil. Í þessu samhengi mig langar bara að beina sig að Natasju og Joachim þar sem ég man eftir viðtali með Morgunblaðið fyrir 2 árum. Þið voru einmitt að tala þessi skilaboð sem Jakob var að segja frá með það. Sérstaklega það sem varðar í íslensku og hvernig því að breytast við svona konumir. Já, ég segi ykkur. Já, það hefur, mér finnst það hefur breyst. Ég var í útvarpsviðtal bara nýlega og fekk að ræða Ósmann og svo allt einu spurði það, já, hvernig það að skrifa bók á íslensku? Og þá þurfti ég að leiðrétta að segja, nei, ég ekki að skrifa á íslensku, þannig að út af ykkur, heldur fólk núna allir við sem að skrifa á íslensku, en þannig hefur það breyst yfir frá því að býtu hvað þú að gera hér yfir á þú hlýtur að hafa skrifað þetta á íslensku. Já, ok, fyrirgefðu. Það finnst mér svolítið gott. En við má bæta við, ég man þegar, áður en ég var þýddur eða gefinn út hér á Íslandi, bara rétt áður, þá var ég með upplestur í Zürich og saman með Hallgrímur Helgason. Og við vorum bæði á svið og hann fekk að kynna bókina sína, 60 kíló sólskinn og ég fekk að kynna Kalman og við kynntum mjög stundlega rétt áður og svo vorum við bæði á svið og ég las úr Kalman og svo eftir það, ég man mjög hann svona horfir á mig og segir, þetta er alveg sem íslensku saga, þetta er mjög íslenskt. Og mér fannst það svo skemmtilegt og hann síðan var einn af þeim sem hjálpaði mér líka að vera gefinn út á Íslandi. En svo fannst mér alltaf mjög spennandi hvernig forlagið tók á móti mér. Það var mjög skýr í byrjun. Ok, við ætlum að þýða þig en gefa þig út en þú ert þá þýddur rithöfundur. Og við höfum þig helst í byrjun árs, bara í Kiljum, bara mjög einfalt. Fannst þér þetta ekki mótandi?
Mér fannst það bæði mókandi, já, en að því ég hrókafullur, en líka mjög skiljanlegt að því það var þýðing og ennþá þýðing, en mér fannst samt alltaf, nei, þetta íslenskt skáldsögur og ég íslenskur ríkisborgari. Og núna fyrsta sinn fekk ég að gefa út bara hardcover í jólabókaflóðu, þannig mjög spennandi og skemmtilegt að vera með. Já, ég segi alveg spurning þinn ég held að ég væri frá Belgíu og ég ekki hafa svo mikil aðhlýrli og ég held það svona stór hlutur af mér svona útkomu minn kannski því miður, kannski ekki en ég get ekki breytt því en talandi líka viðbragð ég finn bara svona gott og positíft viðbragð sem finnst kannski ekki svo raunhæft í rauninni en maður hefur varla eitthvað neikvæðar umfjallanir á Íslandi en svona mín upplifun svona já, það útlensk sem talar íslensku bara vel gert og mér líður mjög oft eins og bara ég skil ekki hvernig í 200 ég að því að það sést ekki á bakvið þetta viðbragð þannig ég að reyna svona að skrifa á rússnesku og bara ég get ekki fundið útgefanda og ég bara hvernig og alls konar spurningar Já, þannig að það vandar kannski smá gagnrýni. Ég myndi segja það. Helen og Anna, hvernig ykkar upplifun? Mér finnst að það hefur þróast ofboðslega hratt og ég hef séð þróunina gerast fyrir augum mér síðan ég flutti hingað í 2011 og jafnvel þessi fræga ræða sem ég var að vitna í áðan 2014 þá var enginn tók mark af því að það var einhver ljóð frumflutt í þessari ræðu. Það var bara það að það var einhver útlendingur sem talaði virkilega góða íslensku og það var alls ekki þó að það hafa verið einstök dæmi á undan sem að verðum höfundum sem hafa gefið út svo hefur það ekki verið séð sem eins konar hreyfing eða innflytjun af bókmyndir. Það tók virkilega fleiri ár og það kannski fyrst með Polyphonium eitthvað byrjar að einhvern veginn umfjöllunin breytist og samt ekki strax þá var svona, já ok, það til hérna höfundar að verðum verki brotnir sem skrifa annarkvort á öðru máli eða íslensku og þá verður eitthvað meira að kannski verið að tala það en samt ennþá þetta sem eitthvað svona exotísk hluti einhverjum og svo fyrst síðustu, ég veit það ekki, 2-3 ár svo verður þetta aðeins meira, maður allagast, að maður tekur þetta kannski aðeins alvarlega, maður ræðir bókina, maður fer í viðtöl og fjallar það sem maður hefur skrifað. Þannig að þetta er svo rosalega hratt og það er það sem svo flott við Ísland. Þetta svo rosalega progressivt land. Þegar eitthvað nýtt gerist og fólk verður varði, þá gerist þetta hratt líka. Þannig að ég geti alveg séð fyrir mér að höfundar eða innflytjandi höfundar fá líka neikvæða gagnrýni kannski eftir 5 ár. Skilurðu? Að maður leyfir sér, að maður kannski leyfir sér að virkilega taka svona, já, að hugsa þetta sem partur af bara íslensku bókmyndum sem maður má ræða af einlægni og ekki bara að virðingu. Sko, ég hef fengið bara góð móttöku held ég og ég bara mjög þakklát fyrir þig en ég vona og þetta sem ég ætla að segja bara mín persónulega skoðun en ég vona að ég sé lesin ekki kannski fyrst og fremst sem innflytjendur rithöfundur en með það í huga af því að jafnvel þó að vera innflytjendur er ekki svona eignin það sem ég það satt að ég fæddist ekki hér og mér langar ekki að eita það og það kemur fram í það sem ég að gera. Þetta eins og kynþáttur. Þegar við segjum að við séum ekki líf, þá erum við að neita stóra partur af það sem við erum. Það sem ég að skrifa það sem ég að skrifa út af því að ég sé brún og ég fæddist ekki á Íslandi.
og ég bara læri þessi tungumál og hef farið í gegnum alla þessa ferlið og ég mjög stolt af því og mér langar ekki að það gleymdist heldur. Þannig að mér persónulega ég vona að þetta verður ekki einn. Æðislega. Sko, næst síðast ætlum við að ræða sem sagt þetta hugtak. Það verður eina að vera síðast. Já, alltaf þessi. Ok, það er sveit. Já, þess að árið 2018 var Sjón í viðtali og hann sagði meðal annars: Íslensk skáld sá sem skáldar á Íslandi og mér finnst þetta mjög mikilvægt sjónarhorn þar sem það virkar út skilgreiningar og skapar í raun og veru rými fyrir þann fjölbreytileika sem við sjáum á sviðinu í dag. En á sama tíma til hugtak innflytjendabókmenntir. Og hvernig ykkar viðhorf? Þetta kannski mjög tæmandi hugtak sem við þurfum í raun og veru að losna við eða þetta eitthvað sem komið til að vera stuttan eða langan tíma? Það nú upp fyrir mér að ég bara eiginlega glötuð. Ég lendi í vandræðum. Ég ekki einu sinni innflytjendur lengur. Ég bý ekki lengur á Íslandi. Hver ég? Hvað ef ég yrki á íslensku áfram og bý ekki hér meira? Hver ég svo? Ég ennþá partur af íslenskum bókmenntum eða ekki? Ég veit ekki. Ég meina, þessi hugtök eru góð af því að maður verður að setja orð á ný fyrirbæri og það gott, kannski það gott á tímabili og kannski einhvern tíma verður ekki nauðsynlegt að nota þau. Já, ég eiginlega sammála þér. Mér finnst eins og þetta hugtak innflytjendabókmenntir að við eigum frekar að horfa á það sem einhverjum hjálpartól, hjálpartæki til þess að hjálpa eitthvað að einhver veginn skilja hvað þetta en ekki horfa á þetta sem svona eitt til eitt dæmi þar sem þetta bara svona eitthvað aðalgreinandi atriði og ég held að við munum losna okkur við þetta með svona bara svona í almennri umræðu eins og það núna að einhver veginn skygnir á alla umræðu innflytjendabókmenntir því að það ekki hægt að nota annað orð í rauninni. Já, sammála og líka velta fyrir mér áðan, við erum svo ólík líka, það svo skrítið að setja okkur í einn hóp þar sem við erum mjög ólík og sumir skrifa á íslensku, aðrir ekki í sínum tungumáli, sumir halda nafnið, aðrir fá sér íslenskt nafn. Gunnar Gunnarsson hann flutti frá Ísland en kom svo aftur, hann var samþýddur og svo þýðir hann sjálfan sig og þetta svo flókið að það kannski einfaldast að bara sleppa og svona. Á sama tíma finnst mér alltaf gaman að tilheyra einhvers staðar. Veist ef einhvern segir þú ert innflytjandi og ert þess vegna í þessum bókmenntum, þá segi ég bara já, takk. Og gaman að vera með þessum hópi. Svo hef ég skrifað Kalman sem einhvers konar glæpasögur. Ég fekk að taka þátt á Iceland Noir. Veist, og ég samt svona, ég ekki alveg glæpasagna höfundur en já takk. Ég ætla bara að vera með. Þannig að ef við hættum að tala svona hópar og hættum að skipta þetta í hópar, þá finnst mér það líka í fínu lagi. Já, fyrir mér svona, ég tek reyna innflytjendabókmenntir eins og bókmenntir eftir innflytjenda og reynslu þeirra. Þannig að það svona pínu spurning hvort þú í þennan hóp. Þú ekki að skrifa innflytjenda reynslu, en samt þú veist, þú tilheyrir því líka. Þannig að ég finnst þetta svona fint og gaman og já, það sér þú.
Já, mér finnst að sko, bæði og allt saman og þetta er bara mjög skemmtileg, en samt ég held að ég vil frekar gera annar spurning sem erum við kannski að hugsa að einhverju bókmyndun sé betri heldur en hinn og af hverju þá vond eða eitthvað að vera kölluð innflytjandi bókmyndun eða þú veist hvað þýðir í raun að vera í íslensku bókmyndun og af hverju það betri eða ekki. Þannig að ég til í allt og ég tilheyri allt og ég vildi frekar spyrja fólk í almenning það. Já, takk kærlega fyrir þessar umræður. Það var mjög gott að vera með ykkur og í lok segi ég bara mjög stuttlega eitt. Við höfum ekki talað innflytjendur lengi. Fyrir nokkrum árum auglýsti Ísland eftir vinnuafli. En hingað hefur komið fólk. Fólk sem elskar, gleðst, syrgir og skapar. Fólk sem hefur bætt við líkaspjaldi samfélagsins, menningar og bókmenntana. Fólk sem á heima hér, ekki vegna þess að það uppfyllti ákveðna kröfur, heldur vegna þess að hjarta þess slær í takt við Ísland. Takk kærlega. Kærar þakkir fyrir þetta skemmtilegt fallborð. Nú tókum við okkur svona 10 mínútna kaffihlé. Það bið ykkur að taka bollana sem eru komið inn í sal með ykkur fram og svona. Það var reyna að halda þeim hérna frammi. En það býð ykkur hérna kaffi og ykkur sætindi svona til þess að fá smá orku fyrir seinni hlutan hérna fyrir hádegið.
Jæja, þá erum við búin að smala inn í salinn aftur. Nú hefjast smalamennskurnar og eftirleitir, því að nú komið að seinni hluta málþingsins hér hjá okkur, þar sem við fókuserum meira á aðventu og við getum litið svona á það sem ákveðið upplegg fyrir það sem kemur síðan eftir hádegi þegar við göngum til lestra á 21 tungumáli á aðventu. En ég langar að bjóða hér velkomin til að flytja erindi Kim Lembeck sem að hefur síðustu misserinn legið í aðventu, svona milli þess sem hann hefur þýtt einhverja íslenska doðranta á dönsku sem hann gerir nú svona bara með vinstri fyrir stöðorðið í dag. En hann sem sagt, eins og ég sagði hér í upphafi, að vinna að nýrri útgáfu sem að kemur út hjá DSL, Det danske sprog- og litteraturselskab í Danmörku á næsta ári, skulum við vona. Kim, gjörðu svo vel. Jæja, heyrist í mér? Ha? Já. Hvað segir salurinn? Það heyrist aldrei. Það heyrist aldrei. Og takk fyrir klappið þó ég sé nú ekki búin að segja neitt. Og takk fyrir boðið hingað. Nú eru liðin meira en 70 ár frá því að skáldsaga Gunnars Gunnarssonar Aðventa kom síðast út á því máli sem hún var upphaflega skrifuð á. Vera kvarta. Því hefur Danska Mál- og Bókmenntafélagið ákveðið að endurútgefa söguna í ritröð sem kallast klassísk verk. Það felur í sér nákvæma endurprentun fyrstu útgáfuna frá 1937 ásamt ítarlegum eftirmála þar sem vel annars að fjalla handrit og útgáfur. Við vinnu mína við eftirmálan hef ég skoðað bæði danska og íslenska útgáfu bókarinnar sem og varðveitt handrit og prófarkir hinnar, þar sem framkoma leiðréttinga höfundarins á textanum fyrir útkomu Aðventu. Þegar farið yfir undirbúningsvinnu Gunnars og leiðréttingarna sem hann gerði í handritum og prófarkum Aðventu, blasir strax við að þegar hann skrifa á dönsku hann jafnar með íslensk mál og íslenska frásagnahefð í huga. Lítum á fáein dæmi. Skúli, hvað á ég þá að gera? Svona? Já, þetta titlinn beint úr Aðventu. Hér dæmi.
Við getum orðað hérna, já. Þetta verður svona eitthvað á dönsku líka. Það skilst alveg, ég vissum það. Á einum stað notar Gunnar persónufornafnið hann, eins og á íslensku, þegar hann vísar til hunds Benedikts, en breytir því síðan í yfirlestri yfir í den, sem danska. Á svipaðan hátt leiðréttir hann í einni próförk söndaginu í flertölu, sem þetta íslenska, í söndaginn í eintölu, sem danska. Að skipta á milli nútíðar og þátíðar í sögn frásögn hefur allt frá Íslendingasögunum verið iðuleg aðferð í íslenskum prósa, en virkar yfirleitt framandi á dönsku. Í handritum að vindu setur Gunnar oft nútíða myndir inn í frásögn sem annars öll í þátíð, en breytir þeim síðar aftur í þátíð. Það dæmi hérna. Við sáum hérna fyrst sem í handritum, þá Leo Stakk sem þátíð og þá minn tók sig ekki þetta sem þátíð, inn á milli kemur þá nútíð. Og reyndar getum við að séð hérna í þessu handriti að aðvenda var stór hluti af aðvendu sem var í nútíð. Og þá annað dæmi, þá Gunnar búinn að breyta í þátíð. Sem sagt, kenn og dönsku verður kunne og kyssa verður kyssuðu. Hann setur svona oft, hann alltaf að breyta í þátíð. Þetta sennilega sér íslensk stíleinkenni sem Gunnar tekur út á síðari stigum og lagar sig þannig á danskri málvenju. Því finnst mér til valið að spyrja, geta leiðréttingar í handritum, próförkum og útgáfum aðvendu bætt við að dýpka skilning okkur á sögunni, eða jafnvel sagt okkur eitthvað nýtt hana. Byrjum á mikilvægustu breytingunni sem Gunnar gerði á fyrstu dönsku útgáfinni. I lok söguna stendur á dønsku, det var et syn værd at opleve, da de mødtes på tunet på Bob, gamle Benedikt og hans knast. Þetta var som sagt í fyrstu útgáfinni. Já. Já. Skemmtilegt. Í fjórðu prentun á dönsku bætir Gunnar Gunnarsson við orðunum og unge Benedikt. Við fáum þá þetta. Undirstrika hérna, það sem við bæta við. Höfundurinn vill greinilega leggja enn meiri áherslu á hinn nánu tengsl sem á milli hins eldri og hins yngri Benedikts. Samband þeirra tveggja aðskilið í skyn í aðvendu, en sá möguleiki þó fyrir hendi að hinn ungi Benedikt sé sonur þess gamla. Við stöndum því frammi fyrir hugsanlegum launsi. Grunur sem þessi viðbók styður en frekar. En mögulegt að skoða þessi breyting út frá ævi Gunnars. Hér rétt að segja nokkur orð og það hvernig ég lít á aðvendu í heild. Í verkum Gunnars rekast stöðug á andstæður sem rætur í hans eigin lífi. Og hér sagt hérna grunnklopningurinn í verkunum sýnist vera átökin milli íslenskuna og dönskunar. Jón Engvi segir þetta, sjálfsmynd Gunnars á eilífu markasvæði milli Íslands og Danmörk. Aðvenda var síðasta skáldsaga hans skrifað í Danmörku og hið mikla sáttaverk hans, að mínu mati, og hans stóra bless til Danmerkur. Enda segir Ólafur Jónsson bókmenntafræðingur að í aðvendu sameinist allt hið fyrra. Að mínu mati aðvenda það verk Gunnars sem birtir innri klopningarna hvað best leið
og skáldsagan líka fundna sátt. Eins og kunning eignaðist Gunnar son utan hjónabands með ástkonu sinni útlagi árið 1929. Velkomin. Takk fyrir bæinn. Jón Yngvi aftur, alltaf þessi Jón Yngvi. Jón Yngvi aftur hefur nær sannað að Gunnar hafa árið 1912. Rétt áður hann gengur í hjónaband sitt eignast son með annarri ástkonu. Sá sonur var hins vegar aldrei gerður opinber, öfugt sonin sem hann átti með útland. Það þessi leyndi sonur, og kannski einnig sá síðarnefndi, sem við mættum í hinum unga Benedikt, má túlka viðbókina við fyrstu útgáfuna aðvindu sem tákn sátta augnablik milli föður og launsonar. Og kannski skrifaði Gunnar þegar þennan soninn í smásöguna Soninn frá 1916, þar sem sonur missir föður sinn. Við sáum áður hvernig Gunnar gerir mál að vindu danskara, sem sagt, við leita sundeginu í sundegin. Að vindu danskara, en samt sagan líklega það verk hans sem inniheldur flest íslensku orð, eða svo kallaði íslendisma, það sem við getum eftir við kallað íslensku slettur. Það var Hallgrímur Helgason sem hérna í salnum. Hann var svona aðeins að fara yfir þetta. Íslensku slettur, þetta stórskemmtilegt. Hugsa þetta orð. En það til. Skemmtilegt fyrirbæri. Orðavalið í aðvindu virðist vera mjög meðvituð ákveðin höfundar. Til dæmis nota Gunnar orðið frostrósa, sem auðvitað beint úr íslensku frostrósir. En á dönsku frostrósa þó orðið sé ekki til. Þetta orð sem samsvarar danska orðin isblomster. Af hverju? Hann gerir það ekki vegna þess að hann þekki ekki danska orðið vegna þess því það kemur fyrir svo snemma sem í dikti eða ljóð frá 1911. Þá notar hann orðið isblomster. Hann þekki orðið en allir hafa frostrósa. Ég held að í aðvendu mig tala eins konar málfarslega sátt þar sem danskan og íslenskan vinna saman í eins konar jafnvægi. Og hugsanlega bókin sjálf táknræn sáttagjörð þar sem dansk mál og íslensk efni renna saman í eina heild. Næst vil ég nefna annan klopning sem tengjast athyglisverðri breytingu í síðari tíma útgáfu. Þessa togstreitu í persónu Gunnars hefur mikið verið fjallað, en hún fylgdi skáldinu frá Íslandi til Danmerkur. Og var það flókið samband hans við kirkjuna og kristindóminn. Í aðvendu situr Benedikt í svo kallari hyttu, sem reyndar bara hóla í jörðu, og fer yfir matarbyrðið. Eins og oft hugsa hann Jesus og vil það fyrir sér. Og han gerir þetta á dønsku. Men hvad fik ikke Herren ud af 2 brød og 5 fisk? Þetta frá 27. Þetta stendur í dönsku fyrstu útgáfunni og í öllum síðari útgáfum á dönsku og íslensku og einnig í eigin handriti Gunnars að íslenskri þýðingu hans. Þetta svona kunstpása núna. Nei. En í nýrri útgáfu frá 1990, það var Almenna bókafélagið sem gaf út, stendur allt í einu svona.
finna brauðið og steikfisk, sem auðvitað aldrei gert. Það stendur í Guðspjöllunum, sem auðvitað Gunnar þekkti mjög vel. Og hann skrifaði, þetta rétt sko í skálsöguna, var í Víum frá 1916. Sú breyting hæpin. Benedikt í sögunni misminnir, vigslar tölum, ruglar saman og slíkt hendir hann reynda víða í sögunni. Í upphafi aðvendu hugsar han til dæmis. Det var i dag for mange år siden, at Jesus holdt sit indtog i Jerusalem. En það gerði Jesus auðvitað ekki fyrsta sunnudag í aðvendu. Líklega lætur Gunnar Benedikt gera þessi mistök viljandi til að skapa fjarlægð við hina opinberu þjóðkirkju sem Gunnar sjálfur satte sig úr á síðari hluta 3. áratugarins. Þannig mótar hann persónulega trú Benedikts, trú sem byggir á einfaldri og einlægri túlkun Biblíunnar. Trúarskilning Gunnars skrifa Jón Yngvi. Gunnar efaðist kynningar kirkjunnar sem stofnunar, en hafði orð og starf Krist í hávegum. Lengst af reyndi hann að finna sér sinn eigin veg, alveg eins og Benedikt. Halldór Guðmundsson telur að þessi trúarlegi efi hafi átt rætur að rekja til dauða móður Gunnars. Aðrir tengja hann við almenna efasemda andúð á kirkjunni á millistríðsárunum. Í Danmörku gæti Gunnar hafa orðið fyrir áhrifum frá tíðverðreifingunni sem fór svona byrja svona 1926 sem hélt því fram að kristni trú fælist í því að lifa einföldu og fábreytti lífi frá fæðingu til dauða sem lifað í ábyrgð og sekt. Sýn Gunnars á kristindómin einnig í samhljómi við trúarkritík raunsæisstefnunnar. En jafnvel fyrir daga hennar finnum við Søren Kierkegaard og gagnrýni hans á þjóðkirkju og áskorun að feta beint í fótspor frelsarans, sem getur hafa haft áhrif á ritun aðvendu. Auk þess kann Gunnar kannski hafa þekkt til Thomas à Kempis sem var uppi á 15. öld. Hann skrifaði bókin Að fylgja Kristi. Í aðvendu birtist sátt Gunnars við trúna í persónu Benedikt. Í eigin túlkun hans á Biblíunni, þar sem bókstafstrú skiptir minna máli en persónulega trúin sjálf. Síðasta dæmið, skóli, snýr að frásagnarbyggingu aðvendu og þeirri metaskáldskaplega aðferð sem það má finna sem sagt einhvers konar metaplan, metalag, bókmyndir sem fjallar bókmyndir. Það hefur aftur á móti ekki verið fjallað mjög mikið. Gunnar hafði ávallt sterka löngun til að verða rithöfundur og bara ekkert annað. En hann hafði einnig efasemdir hlutverk skáldsins eftir fyrri heimsstyrjöld. Þessar efasemdir birtist í Drengnum frá 1917, Svartfugli 29 og allra mest í Vikivaka frá 1932. Það sem spurt aðalpersónan skáld í Vikivaka. Galdramaður, hvað var ég í rauninni annað? Eða hafði það minnsta kosti ætlað mér að verða, reynd að verða? Ekki skáldskapur galdrar? Í rauninni öll list? Hann ekki út og snúningur hlutana? Umsnúningur, ránsnúningur? Í aðvendu felur frásagnaformið í sér 4 persónur. Benedikt, sögumannin, lesandan og persónu höfundar.
I lårsøgen spyr søgumaður einmitt lesandan, skal der fortælles mere om Benedikt? Det skal der. I handriti Gunnars að fyrstu útgáfu stóð á eftir þessari setningu, sem sagt á eftir skal der fortælles mere om Benedikt, þá stendur i handriti, det går næppe an at forlade ham der. Så siger vi her. Går næppe an at forlade ham der i hulen. En fyrir prentun bætti Gunnar þessum orðum við línuna også vi. Så sést her. Sú viðbók mjög mikilvæg. Hun indlimmer læseren og tænker han ved Benedikt, som samkvæmt teksterne evigiven af Guði og mönnum. I eigin þýðingu breyti Gunnar svo þessu í þetta. Það sem hérna lesandinn úti lokaður, það sendur ekki við lengur, en sögumadurinn fæ meiri þunga. En danska útgáfan undirstrikar tengsl sögumanns og lesanda og að aðvenda sé einnig saga að segja frá. Því þegar Benedikt stendur yfirgefinn af Guði og mönnum sem sagt allt eitt, þá frelsast hann af sögumanni og lesanda með krafti frásagnarinnar. Sameiginlegt öllum þremur dæmunum trúin á hlutverk bókmynda og höfundar á ógnatímum Evrópu á árum í kringum 1935. Í dönsku fyrstu útgáfinu sættir Gunnar sig ved hlutverk sitt sem höfundur og bjargar manni. Aðeins bókmyndir geta frelsað Benedikt úr gröf sinni í auðninni. Gunnar var á þessum tíma greinilega sannfærður að rithöfundar og bókmyndir gætu haft veruleg áhrif í heiminum. Og ef til vill má líta á alla hans mörgu upplestarferðir og fyrirlestrahald í Þýskalandi, auk fundna hans með hásettum nasistum í þessu ljósi. Hann trúði svo sannarlega á mátt höfunda og bókmynda til þess að hafa áhrif og breyta fólki. Barnaleg von, það getur vel verið, en þegar hvorki Guð né menn geta frelsað mann, hvað þá eftir? Gunnar frelsar bæði söguhetju sína og sjálfan sig, og í hinum einfalda alþýðumanni Benedikt má jafnvel sjá milda, sjálfsiróníska sjálfsmynd höfundarins. Takk fyrir. Kærar þakkir, Kim. Þá erum við komin að seinna pallborði í þessu og nú það aðvenda sem verður aðeins kröfin og ég ætla að setja það í hendur á þeirri sem kemur til með að taka við mínu starfi á Skriðuklaustri, henni Oddnýju Eir Ævarsdóttur að stýra umræðunum. En við fáum Kim og Jón Ingva hér í pallborðið og bætum síðan við hér tveimur rithöfundum, Sigurbjörgu Þrastardóttur og Nínu Ólafsdóttur, sem kemur ferskinn á markaðinn í dag en hefur mikið dálæti á aðvendum. En gjörðu þið svo vel, þið skulum koma ykkur fyrir hér. Þú getur verið hér, já. Það líður svona á tíman í þessu öllu, þannig að ég fer að gefa ykkur merki þegar þið verðið búið með svona hálftíman. Hálftíma, já. Hefur ekki bara 25 mínútur eða?
á því að biðja ykkur að tala inn í hljóðinu. Já, aðeins reyna að beita okkur betur að mikrofónunum heldur en við gerðum áðan. Skulum aðeins hafa það. Reyna aðeins að tala betur í þá. Já, komið þið sæl. Já, ég heiti Oddný Eir og þakka fyrir... Ekki á þessu. Nú þið komin. Komið þið sæl og takk fyrir stórkostlega umræðu eða samræðu sem hefur hér átt í stað og erindi. Við bara, já, við höfum eiginlega 25 mínútur til að ræða svakalega stórt og mörg svið og það er búið að kynna okkur öll, þannig að við kannski bara reynum að fyrir þá sem er að koma nýr að, þá samt segjum við að hér er Kim Lemberg, Nína Ólafsdóttir, Sigurbjörg Þrastardóttir og Jón Ingi Jóhannsson og ég heit Oddný Eir. En við ætlum þess að ræðum aðvendu og bara með 3 alveg lögmætar spurningar. Og við aðtöfum hvort við getum farið bara 3 ríki eða afgreiða þessar 3 spurningar í einu lagi. Það er hver eru ykkar persónulegu tengsl við þessa bók aðvendu. Ef þið getið svona aðeins sagt okkur, gefið okkur vísbendingar ykkar aðkomu, þá náttúrulega þið kannski hafið öll eða flest öll svona einhverju fagleg tengsl við hana líka og kannski erfitt að greina mér á milli, þetta persónulega og faglega. Svo það kannski bara spurningin eiginlega verður að spyrja okkur af hverju þessi bók svona á hún erindi ennþá við okkur hér og líka í öllum þessum, af hverju sem sagt bara kemur hún út í nýjum þýðingum á hverju einasta ári. Og þetta umboðsmaður Gunnar Mónika Gram hérna staðnum, hún þetta mjög góður umboðsmaður, þannig að við getum kannski þakka henni bara en það er líka, það er einhver í þessum texta verður að gefa okkur og þannig að við pælum aðeins í því og svo ef við höfum örlítið tíma að pæla hvað eiginlega þýðingu hefur svona texti eða þessi texti, þar sem svona, hvort það gerir verið að fara svolítið aðra leið í bókmyndum, hvort aðvenda svona fulltrúi bókmenntagreinar að skrifa þar sem eins og Kim lýsti svona svolítið þetta eins og hann að búa til einhvers konar rými til að gera þar sem við getum lesið hansi margt þarna og einhvers konar sáttagjörð og sjálfsævisöguleg svona symbólía, það orð til, ég veit ekki symbólía. Ég ætla að gefa boltan yfir til kvennanna fyrst af því að drengirnir eru nýbúnir að tala. En ég ætla að segja bara öllstutt að mín text við aðvendu eru þau sem sagt að ég alveg upp við það sem hálfgert, svona ekki beint helgiritt en svona eins og húslestraritt þar sem maður svo hefði að lesa upp úr aðvendu við laufabrauðskurð og einhvers konar manndómsvígsla að maður gæti lesið upp sómasamlega kafla úr aðvendu og pabbi minn vann í útvarpi og bað mig einhvern sem þegar ég var 11 árum að lesa upp fyrstu línurnar úr aðvendu í jólaþætti Ríkisútvarpsins. Þetta var alveg bara þvílík áskorun og ég las þetta svona 100 sinnum yfir. Þetta samt ruglast á þetta var þannig að þetta hafði þess og var svona sammenningartákn í minni fjölskyldu þar sem að Gunnarsson var frændi móðurömmu minnar og að austan og síðan ólst pabbi upp á Hólsfjöllum við Mývatnsöræfin, þannig að þetta var og meira segja fóstur pabbi hans skýrður líklega í höfuðið á Fjallabensa og spurning hvort bróður minn er skýrður í höfuðið á honum, eða þeim en hann var skýrður ekki í höfuðið á Ugga í Fjallkirkjunni og ég óskaði þess að það var bara ein ósk í fermingu frá Fjallkirkjar eftir Gunnar Gunnarsson og beið svolítið fyrir að lesa hana aftur í daginn og kannski þetta bara eitthvað svona búið að innprenta mann þetta sé eitthvað svona merkilega bækur þetta bara hundleðilega bækur og þá var þetta áhugavert að þetta sem verið að tala við dýr líka í Fjallkirkjunni. Móðir hans að
tala við kýrnar og þannig ég fór að hugsa þetta dýramál sem væri í þessum bókum og líka í þinni bók sem er nú eiginlega svo áhugavert þegar hún einhvern veginn vekur áhuga á athygli núna væri einmitt hægt að segja hana eins og aðventu og hún væri frekar erfið og ekki svona endilega til þess fallin að slá í gegn. Getur þú, varst undir áhrif frá aðventu, varst þið hundur með þess og getur þú sagt aðeins líka persónulega til þess? Já, aðventa kom fyrst í bín svona á jólapakka fyrir alltaf að sé ekki vera 12 ár og í kjölfarið þá las ég hana og maðurinn minn líka og við vorum bara bæði stórhrifin og mjög heilluð af þessari sögu. Og hún heitir náttúrulega Aðventa og er frekar stutt og ég man að við áttum þetta samtal. Kannski fengum við líka hugmyndina á innganginum sem skrifaði af Jón Kalman að það væri skemmtilega kannski hefð, svona jólahefð að lesa hana á aðventu fyrir jól. Og síðan þá hefur hún svona yfirleitt verið tekin á hillu fyrir jólin og er svona eiginlega bara hluti af jólaskrautinu orðin nánast. Og maður er búinn að lesa hana nokkur sinnum í vikinu þó að maður hefur ofta byrjað á henni og maður hefur klárað hana. Jólahamstrið svona læðist stundum á manni en það er einhver svona hátileiki yfir þessari bók og maður skynjar það strax á fyrstu síðunum og svona jólin er að nálgast og það er svolítið svona bara dálítið eins og að hlusta á messu fyrir mér. En já, svo gaf ég út mína fyrstu skáldsögu í haust, hún heitir Þú sem ert á jörðu og það leið ekki á löngu þar til fólk fór að líkja einmitt líkina þess við aðventu. Og ég verði eiginlega að viðurkenna að ég áttaði mig ekki sjálf á líkindunum strax en það auðvitað blasir við þegar maður fer að spá í þessu. Að því saga mín er sérstök konu sem er að draga frá lífið á heimskautasvæði. Hún er þar ein ásamt hundinum sínum og er án allra nútíma þæginda og það er svona fer mikið fyrir baráttu náttúrulega öflin. Og þetta er náttúrulega mjög sameiginlegt með þessum tveimur bókum. Náttúran og þessi vinátta við dýr og bara þessi einfallleiki af þessu leyti, bara fáa persónur. Þannig ég held að það sé, já, ég er svona kannski þegar ég fór bara að hugsa út í þetta, þá held ég að ég hafi alltaf laðast svolítið að svona sögum, bara þessi náttúran er fyrirferðarmikil og svona einföldum sögum, Aðventa er ein og saga hvað Pí er önnur og Gamli maðurinn og hafið og svona, þannig að ég held að þessar bækur séu svolítið í mér og kemur kannski ekki óvart að það hlutist þannig fram. Þannig að þú skrifar einhver leyti kannski ómeðvitað inn í svona hefð, þú áttaðir kannski hjá því inn í einhverju svona, já, náttúrubókmenntir eða það sem er verið svona að setja mannin á annan stað eða þannig. Já, ég hugsa það, þetta sé kannski bara einhver samsafn af því að bara hvað maður er sjálfur að lesa, hverju maður hillast á, hvað situr í manni og Aðventa er alveg klálega það á meðal. Þú kemur líka úr fræðiheiminum og Gunnar náttúrulega byggir bókina svolítið á svona skrifum sem er ekki endilega skáldskrift og þannig að hún er kannski eitthvað líka á einhverju mörkum má spyrja sig fyrir fræðingana. En Sigurbjörg, hvað segir þú með svona, það má kannski ekki endilega sjá alveg bara, maður getur ekki alveg farið með undirstrykun á hvernig á séð áhrif frá aðventu í þínum skrifum, en þó er það einhver svona lífsafstæða þar sem að þú svona, já, kannski svolítið þess að Gunnar trúir dálítið á mátt skáldskaparins. Já, það er ekkert skrítið að sé ekki bein áhrifin sem ég er ekki alveg upp með aðventu og Arinhillunni fyrir jólin. En það er þess vegna svolítið gaman, sko, það myndast svona kerfi í kringum svona fræðabækur. Það finnst öllum þeir hafi lesið hana, þeir viti nóg mikið hana. Og ég var þannig, ég vissi hvað hún var. Það var Benedikt, það var Leon, það var Egil, þeir fóru að fjalla og svona, já, þetta er þessi bók. Geta alveg svona látið eins og ég hafi lesið. Og svo las ég hana sko, sem þetta síðan, þannig að það er ykkur ár síðan. Það var semst þessi útgáfa sem ég las, sem kom til 2007, þannig að það verið allavega þá, en ekki semst fyrr. En ég
var alltaf, eins og maður segir, svona under the impression að þeir hefðu orðið þar úti. Ég var alveg viss þeir allir farist, sérstaklega sko, ég hélt bara að þess að saga væri það að hann hefði orðið út af fjöllum. Kannski hefði þeir bjargast þarna félagarnir fjórkvættu og svo las ég bókina og þetta byrjar alveg bara, það allt veðurútlitið ægilegt og allir sem ekki fara af stað og erfiðar draumfarir og rosalegir svona vísbendingar að það fari allt á versta veg. Og ég bara, já, rosalegir mikil harmsaga. Svo þeir alltaf og hann einhvern veginn alltaf, já, svo á hann ennþá kjöt eftir og það svo kemur ekki byggða og ég bara byrjuði, og mér fannst þetta svo mikið svik. Og það rosalega skrítið að vera vonsvikin yfir einhver lifi af, en það var mest því þannig. Þannig að ég eiginlega, sko, mér fannst fyndið að lesa það í fyrsta sinn. Þetta var það, þetta var leksið í verkefnastjórnum, allt öðruvísi. En svo náttúrulega þegar að lesa hann aftur, þá fyrir maður að skoða alls konar, þá veit ég hvað gerist og þá opnast náttúrulega margar lendur og hún svo margt og svona sumt mótsagnakennt annað náttúrulega ægilega fallegt og ég elska þessa fegurð sem hann að sækja í og þessa kyrrð og ég held að maður haldi svolítið með honum og kannski var þess það líka og ennþá finnst mér smá hann hefði átt að verða úti vegna þess að þetta staður sem hann vill vera á. Hann vill vera einn með sínum tveimur félögum og fjöllum og það svo pirrandi þetta byggðatal sem hann tala þegar heyri í hinum og þeir eitthvað tala út og tala peninga svo svona skiptir fyrir litlu máli, hann vill bara fara og vera og ég elska það svo mikið og maður vill bara held með því og það held ég svolítið að höfðu tengt í nútíma fólks að ég held að það vilja bara vera í svona innri kyrrð einhvers staðar utan við allt skrallið sem á áriði þannig að já, mér finnst þetta bara alveg falleg bók og svo finnst mér einn stærsta sagan að vera svo sem kannski minnst fjallan í sögur samband Benedikts við fólkið í botnir og fjölskyldan það, Benedikt yngri og svo framvegis og mér finnst það svo fallega gert, það minnst sagt það en það situr svo með mann og ég hef tekið einmitt eftir að því ég með 2 útgáfur, ég svo þessi sitta þessa sem eldri og þá þetta misræmi þegar þeir hittast í lokin, það svo merkilegt. Hvernig hann stýrir því að það sé undirstrykka meina. Jón Ingi, þú skrifaði fornótt grein aðvendu, já, eftir svona Gunnarsson sérfræðingur. Það tókti freistandi að fara yfir þetta fræðilega því að hún að tala hálendi og þessi tilfinningur og náttúruna því þú ert einnig að tala að kannski að Gunnar Gunnarsson hafi verið hluti af því sem að svona ákveðin trendsetter sá sem að hjálpaði til að gera hálendið cool. Þannig að ég veit ekki, mér byrði kannski að segja okkur aðeins frá því þótt ég bara mæli með þetta greinin, þú kannski segja okkur frá greinin, en svo rókum við til að þú segja okkur persónulega frá. Já, ég ætla að byrja þessu persónulega því ég eins og Sigurbjörg, sko, ég alls ekki alveg upp við aðvendu sem hendir inn og tengsl mín við söguna eru eiginlega algjörlega fagleg. Sko, þegar ég aðast upp í Bolungarvík og Ísafirði á 8. og 9. áratugnum á sjálfstæðisheimili þar sem allir stóðu með Gunnar Thoroddsen og kusu almennt í forsetakosningunum 1980 að þá þótti tilheyra að eiga græna ritsafnið, AB-útgáfuna. En það datt ekki mjög að lesa þessar bækur. Þetta var bara eitthvað sem var merki það hvers konar heimili við værum. Þannig að ég las ekki aðvendu fyrir en sko ég kom í háskóla. Og eftir ég var búinn að lesa þá örugglega Fjallkirkjuna og Svartfugl og Víkibakka og fleiri bækur. Þannig að hún kom svolítið seint til mín. Svo hins vegar í mörg ár þá hafði ég þessum aukastarf að lesa túrista í svefn á Hótel Loftleiðum. Það hét Bedtime Stories og ég satt og las fyrir ameríska túristar sem voru í náttúrunum í gamla bíósalnum á Hótel Loftleiðum. Og þar las ég oft úr aðvendu. Ég bjó til svona styttri útgáfu að notaði gamlu ensku þýðinguna og las upphafið og endinn og tengdi þar á milli. Og það eiginlega þá sem ég fer að tengja sögunni miklu meira en aftur mjög faglega, því það sem mér finnst kannski eitt af því sem finnst mjög vekklegt við aðvendu hversu einföldun á yfirborðinu en óbóðslega marglaga og flókin þegar lengra er. Og þetta með hálendið, já, sko það gerist eitthvað á 4. áratugnum á Íslandi að þessi hugmynd
að hálendið og víðernin og óbyggðirnar séu við andlega heimkynni okkar sem Íslendinga. Hún breiðist út þá, hún verður til þá. Ef við skoðum eldri heimildir, þá hálendið eitthvað sem fólk óttast, eitthvað sem fólk fer af því að þarf þess til þess að leita kindum, en kindurna þó þessu stórt atriði í aðvendu, að þá auðvitað það segir í sögunni að Benedikt, hann heima. Þetta hans heimur, hann heima þegar hann í óbyggðum, sem svolítið, sem fyrsta merkileg og róttæk hugmynd á þessum tíma þegar bókin kemur út. Að það sem það sem úti, svona notum að danska orðanótkun, að útið verður heima. Og mér finnst það eitthvað sem mér finnst mjög mikið, en það dregur ekki úr því að það líka hægt að lesa aðvendur sem sögur sem eins og Kim nefndi áðan, hefur mjög mikla trúarlega og tilvistarlega undirtóna, og svo það þessi ástarsaga sem að Sigurbjörn líka nefndi, sem getur líka lesað hana þannig. Og kannski svona einmitt mystisk, eða svona symbolist, ekki frá Sissi talaði dýrin og þetta rosa samræða við dýrin. Já, ég á eftir að skrifa grein dýrin, mjög mest. En Kim, þetta var mjög flott náttúrulega, þarna eiginlega kemur þú með svona fræðilegar pælingar þessa tilvistarlegu, að þetta sé einhvers konar svona tilraun að Gunnar sé að skrifa þarna ýmislegt, sem notar orðið sáttagjörð. Fannst þér þetta? Sáttasaga. Já. Enda, hann, Jón Ingi kalla þessa sögu Svanason, segir það í bókinni. En þarna eins og þú segir svolítið, eins og að leika sér með tungumáli líka og skoða. Það gerir það greinlega. Þetta svona líka dæmi þá kannski bókmenntir sem gerur svona þess að vilja feta aðra slóð, sem gera, svona ófærurnar að svona sínu heimalendi eða þannig. Finnst þetta þegar þú ert að þýða? En ef þegar þú ert að þýða finnur þá þetta svona eins og, finnst þér þetta að vera meiri áskorun að því að þetta svona í mörgum lögum einhvern veginn og hlaðið eða? Já, ég þarf ekki að þýða aðeins. Þú þarft ekki? Nei. Hún á dönsku. Nú, ég hérna þetta að gefa út aftur og þú ættir að þýða þetta? Nei, það þarf ekki. Þetta góð texti. Nei, ég skrifa eftir mála. Svona, líka útgáfur og líka tólka svona smá og þú veist hvernig sagan var tekin í gangur og lesin og svona. En þegar þú lest svona texta, langar þig til að þýða eða finnst þér eitthvað gott að það sé Gunnar? Það ekki hægt, ekki. Það mjög erfitt það hýttu að þú með svona íslenska útgáfur, eða íslenska útgáfur. Já, þetta því Gunnar sjálfs og þetta því Magnúsar. Já. En í þessum þýðingum, það ekki hægt að hafa íslenskuna og dönskuna, sem sagt frostrósir, sem íslensk orð, í dönskum texta. Þessi tókstreika sem kannski sátt á einhvern hátt. Vá, sátt á einhvern hátt. Jó, yrkjarnir sem hverfur á einhvern hátt í þýðingu. Það ekki. Það við tökum eftir því. Já, það held að það hægt að vera með íslensku slettur í íslenskum texti. Nei, já, það myndi þurfa neðan. Nei, það ekki það. En það þannig, ert þú alltaf svona skáldlegur eða eiginlega bara það að lesa aðvendu, aðvenda svona sem inspírerar fólk til þess að kannski að skrifa og hugsa skáldlega? Nei, það byrði ekki bara orðin vínu minn. Byrði þinni? Já, það er bara vínu minn og eigum við ekki öll svona eitthvað á milli fjalla, vindamál. Og ætlum við ekki öll að fara á hálendi, Öræfi að bara prófa að fjöllum, vera alveg einn. Þetta er svona tilvistarleg,
Og getur það verið þessi ástæða fyrir því að þessi bók höfðar til okkar? Já, ég held það. Þá líka sko fyrst og fremst kannski, en ég var að skrifa tengslinn milli dýra og barna og fullorðna. Það svolítið skemmtilegt sko, það var sko aðvenda var síðasta saga sem við á tölsku, skáldsaga, það var ekki síðasta bók. Það kom bók 38 líka sem heitir Trullu, sem ekki sagt, svona smásögur, 3 smásögur dýr, börn og fullorðið fólk. Svo þetta sko í aðvindu að láta Benedikt tala dýrin og alveg þetta var ekki bara della hjá honum. Hann reynda áfram að hugsa þetta og þá auðvitað sko börnin það Benedikt. Hvernig hann að tala upplifa þetta dýrin öðruvísi og foreldra þá fullorðið fólk. Það sést bók hans og það var mjög athyglisvert. Hann heldur áfram á þessa leið og það. Mammans samfund ekki mammans kennir honum að tala við kíknar. Já, nú mannst þú kannski kunna betur í hér. Ekkert svo sem að hafa það eftir. Hvað, eigum við 4 mínútur eftir skúli eða? Já, svona. Hvað hefur afgreiða svona 4 mínútur? Nína, hvað getur þú sagt okkur svona eða núna, ef þú tekur svona einn snúning svona sem fræðakona? Já, ég veit ekki hvernig ég myndi svara því eða sem bara tala það sem að ég tengi við í sögunum sko. Það kannski eins og Jón Ingi að segja, ég hef ekki lesið þessa grein, kannski orðið bara hálfgett trúverðitt nútíma mannsins einhvern veginn. Að ég klálega tengi við þessa náttúru í sögunni. Og fyrst þegar ég las hana þá held ég að við verið meira svona ævintýrið og svaðir farirnar. Þessi kapli þegar hann lætur fenna yfir sig til dæmis og hvelfur yfir þessu stjóðhús, mér fannst hann alveg magnaður og það var eins og einhver ofurhetja. En þá einmitt verður hann, segir sögumæður, þá verður hann eins og dýr. Já, einmitt. En núna í dag, þetta líka svolítið svona saga sem þroskast með manni. Og í dag tengi ég við aðra hluti sem að einmitt meira eins og þú ert að koma inn á, sko. Bara þess að þrá hans eftir kyrrð og frið og einmitt þetta að vera með dýrum sem dæma þig ekki og gera litla kröfu til þín og einhvern veginn, já, einhver ró og ég held að það megi vel einmitt yfirfæra það líka yfir á nútímann, bara með allri tækni og þessu áreiti sem fylgir lífinu í dag. Ég held að mörg okkar leiti í náttúruna og í útivist til að aftengjast. Þannig að já, ég svona tel mig skilja einhver leiti hvað Benedikt hverju hann að leita að og aðstæður séu þetta ólíkar. En Logi ráðherra talaði hérna að hann hefði verið ekki pólitískur og meint þá kannski ekki sko flokkspólitískur eða þannig og þú svona andmæltir nokkrum sinnum og varst að sína fram á að tala um hans pólitískur. En það kannski eins og með þína bók að það mætti segja, eða hvað myndir þú segja að það verið sagt að bókið þín væri pólitísk eða svoleiðis, en kannski svolítið eins og aðvenda þar að segja að þetta er hægt að sjá þetta í pólitísku samhengi sem einhvers konar manifestó nauðsyn þess að einhvern veginn endurhugsa samband okkar við náttúruna til dæmis. Já, það er örugglega já, algjörlega hægt að sjá það þannig og það er kannski einhvers konar kveikja. Ég held þetta, allavega í mínu tilviki, sé þetta fyrst og fremst óður til jarðarinnar og bara svona huglegging það. Og kannski einhver sem ég skynja ofta við sem að tapar. Og ég vona að það verði ekki raunin. En maður aðeins spyrja því það sem er svo áhugavert þetta þessi framhandleiki þess að þetta verið að búa í tungumálinu og vera innflytjendur og þetta rosalega áhugaverður mikill. Finnst þér þú kannski, þú bjóst lengi í útlöndum? Nei, ekki lengi. Ég var í námi á Svalbarða en hef ekki kannski dvalið nefnum langdvölum erlendis. Ég reyndi að hugsa aðeins til hans Jóakims þegar hann var hérna áðan. Þannig hann er náttúrulega að skrifa íslenskar sögur, sko, eða svona skrifa Ísland, en ég svolítið að mótila mína sögur í Grænlandi, öðru landi, sko, þannig að ég svona
tengdi aðeins við það, sko. En það eitthvað svona tótt þegar maður les þínu bók, maður finnst eins og þú hafði sko verið. Það eitthvað svona framhandleik í tóninum. Er það haldast að segja framhandleik? Er það orðið úr bóð? Kannski er þetta bara líffræðingurinn. Já. Það getur verið. Já, kemur annars það frá sko, inn í skáldskapinu. Það getur verið meðal annars. Og maður hugsa alveg það með lesbókinu og Nínu annars verður þá blasir við að þessum höfum við lesið aðeins. Það bara á fyrstu síðanum. En það líka mjög óvinnilegt í íslensku samhengi að sko, íslensk skáldsaga sem hefur svona erlend sögusvið og erlenda aðalpersónu, þú sé aldrei sagt beint hvað hún kemur, þá skynjar maður þetta er greinlega. Það er fremur sjálfgætt í íslensku bókum. Sigur, hvað þú til að skrifa þarna aðvendu 2, bókina sem að þú sem bjóst við að lesa og hann var bara hattar til næstu jól. Já, ég skal ef á færa verður svona fallegu komið, það skal ég gera. En sko það svo fyrir hugsa þetta með þetta að maður býst við að þau lifi ekki að það eitthvað sko, ég fannst að fyrst að skrifa svona gegn þessari eins og íslendingasögna hefð, snúið upp á það sem alls konar alltaf fyrirbúð, svona forboðandi atvik og svo gerist eitthvað slæmt. Að hann snýr upp á það, af því að ég byrjaði að merkja við, núna bara fyrir þetta, hvað er lesið þetta, svona byrjaði að merkja við hvað væri svona, nú er útlitið svart áður með frá stað. Ég þurfti að hætta vegna þess að það er svo margir miðar, þetta er út allt, og en þá hann alltaf líka, finnst mér, að skrifa það hvað alltaf mikið, hvað það stendur tækt að vera manneskja. Það lífsháski í hverju skrifi, bara þarf að taka eina skakkabeygju í umferðinni, eitt skakkt skrif í eitthvað sem gengur eða svo lítið sem þarf út að bera, það lifur ekki af. Og mér finnst að vera svolítið magnað, þó að þeir sleppi alltaf, þá það alltaf, sko já, ok, þarna hefðum geta, og það bara eins og við öll einhvern veginn, það bara einn í þessum risastóra heimi, það getur margt á því dunni. Þannig að þetta svolítið þannig að kannski þetta það að farast, þó að þeir farist ekki endilega í þessari verðinu, svo kemur í lokin að hann snýr aftur til maður stundar sakir og þá fær maður bara komið hljóðum, ok, þetta vera með þetta eilífu og enginn, og hann talar það líka þegar hann ímyndir sér að hann þarf að fyrirkoma sínum bestu vinum. Það fer kúla í annan og hnífur í hinn, hann þarf að farga dýrunum sínum, þau mun ekki lifa hann styttir líftíma og hann ætlar að taka það ábyrgð á sig drepa þau og það bara eins og hver þarf að mæta sínum önnum. Það eru fullt af svona hlutum bara kannski að tímasetningi líka einmitt að það einhver samsvöru núna hjá okkur, það eitthvað svona það háski og tíma fyrir það sem verður með endurhugsa í þessu. En Sigurbjörg, sko, það ekki endilega að skrifa þessa bók, þú getur bara lesið elstu smásögur Gunnars. Þar verða menn úti, fleiri en Ég held að við þessi komið hádegi, ég þakka ykkur fyrir að stá okkur að vera með okkur í anda hér í spjallinu og Kim Lembeck, Sigurbjörg Þrastardóttir, Nína Ólafsdóttir og Ingo Jónsson þessi sem að sýnir það við þurfum greinilega að tala aðvendu og ykkur meira. Þannig að þetta er bara upptæktur. Takk. Ekki að missa ykkur úr salnum því að ég gat þessi upphafi að það hér eitthvað óvænt svona rétt fyrir hádegishlið. Það akkúrat það sem að fara að gerast hér núna að það vita sjást eins og eftir allar þessar umræður ykkur óta vikið pappbólinn og það var gott útsýni á þetta óvænta líka að það við þekkjum það auðvitað að Gunnar hann byggir þessa sögu sína á ákveðinni persónu sem að hét Benedikt Sigurjónsson og var kallaður Fjallabensi og sem að var kveikjan að sögunni svolítið þegar að Gunnar las frásögn af hrakningum Fjallabensa
í grein sem var birtist 1931 í Eimreiðinni. Og sagan kom náttúrulega fyrst út á þýsku 1936 aðvenda hjá Reklam. Svo kemur hún í þessari dönsku útgáfu árið eftir, 1937. Þegar Gunnar var kominn með höfundar eintökin dönsku í hendur, þá sendi hann auðvitað til vina og vandamanna eintök og eitt eintakið áritaði hann til Fjallabensa og sendi honum frá Kaupmannahöfn. Og það er nú svo merkilegt með það að þetta eintak er hér í salnum í dag. Það hefur árabil verið í eigu hjónanna Jóhanns Lárusar Jónassonar læknis og konu hans Huldu Hlaðgerðar Lagsdal. En þau hjónin hafa nú ákveðið að gefa Gunnarsstofnun þetta eintak til varðveislu á 50 ára ártíð skáldsins. Og Gunnar Björn Gunnarsson, barnabarn skáldsins og stjórnarformaður Gunnarsstofnunar, ætlar að veita því viðtöku. Og ég vil biðja þau Gunnar Björn, Jóhann og Huldu að koma hingað. Og ég grunum að Jóhann vilji nú segja nokkur orð við þetta tækifæri. Gjörðu þið svo vel. Góðir aðvendu gestir, ég vil reyna að skilgreina þetta eintak aðvendu Gunnars Gunnarssonar og rekja feril bókarinnar sem enginn annar þekkir frá Fjallabensa til mín. Bókin er danska frumútgáfan frá 1937. Ég vil nú reyna að verja hana. Svona lítur hún út. Vel með farin og hulstrið svolítið snjáð, pappahulstrið. Bókin er danska frumútgáfan frá 1937, árituð Benedikt Sigurjónsson með vinsemd og virðingu yðar Gunnar Gunnarsson 14. janúar 1938. Áður hafði aðvenda komið út á þýsku, myndskreytt útgáfa 1936, fyrsta íslenska útgáfa aðvendu kom út hjá Heimskringlu 1939, í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar, gefin út á 50 ára afmæli höfundar. Formálsorð ritaði Halldór Laxness. Ég vil bara taka eftir því núna, hún kemur fyrst út hjá 36 í Þýskalandi, þá var ég 2 ára. Feril bókarinnar tengist fremur ættfræði en bókfræði. Foreldrar Benedikt Sigurjón Guðmundsson og Friðfinna Davíðsdóttir áttu 10 börn, öll komust upp, 6 drengir og 4 stúlkur. Benedikt Fjallabensi var víða til heimilis en síðustu árin á Akureyri og dó þar árið 1946. Systir Benedikts, Margrét Sigurjónsdóttir, giftist Lárusi Rist, sund- og fimleikakennara á Akureyri. Sonur þeirra Sigurjón Rist fæddist 1917. Margrét móðir hans dó 4 árum síðar, 5. ágúst 1921. Þá kemur til sögunar önnur alsystir Fjallabensa. Jónína Rannveig Sigurjónsdóttir og maður hennar Sigtryggur Jóhannesson, búsett á Torfum í Eyjafirði. Þau verða fósturforeldrar Sigurjóns Rist 1922 til 38, en það ár varð hann stúdent frá MA. En nú fara slóðir okkar Fjallabensa að nálgast og bókin góða þar með.
Foreldrar mínir, Jónas Jóhannsson og Indíana Gísladóttir, bjuggu á Akureyri í Búðargilinu, Lækjargötu 13, árið 1942 til 61. Eftir alvarleg veikindi Jónasar 50 til 52 hneigðist hugurinn enn meir af bókum og blöðum. Hann gerðist umboðsmaður Almenna bókafélagsins á Akureyri. Innskotsson, þar var nú Gunnar Gunnarsson einn af stofnendum. Lítið húsnæði var tekið á leigu sem var vísirinn af bókabúð Jónasar. Einnig keypti hann og seldi gamlar bækur. Á þessum tíma bjuggu þau Jónína, systir Hjallabensa og Sigtryggur í Lækjargötu 14, hinum megin götunar frá okkur. Nokkrum sinnum sá ég Hjallabensa á þessum síðustu árum hans á Akureyri, þar sem lífsgöngu hans var að ljúka. Stundum var heimsækja Jónínu systur sína í gilinu. Slóð bókarinnar þá augljós og auðveldari en eftirleita á fjöllum. Frá Hjallabensa til Jónínu systur sinnar, frá henni yfir götuna til Jónasar bóksala og að lokum milli okkar feðga. Eftir það bil 66 ár í minni augu fer bókin nú að Gunnarsstofnun Skriðuklaustri og verður þar nær heimahögum Hjallabensa. Takk fyrir. Takk fyrir. Ég bara vilja bæta östuð við, bara þakka fyrir gjöfina og mér finnst líka svo fallegt að hún gefin í þessum fallega anda eins og Skriðuklaustur og all landið var gefin og líka eins og við höfum gefið höfundaréttin fjölskyldan. Þannig að þetta svona óeiginkjarnt og fallegt og hún komin á góðan stað. Takk. Takk henni alveg inn. Það nefnilega annar smá gjörningur eftir. Já, Sofía mín, býtum bara róleg. Og því að við ætlum aðeins að gera hérna tákrænt líka sem intro áður en við göngum til hádegisverðar. Og mér langar að biðja Kim Lembeck, Rafael Carbucci og Marion Poirvi, já, það fór inn með frönskuna eða það, en má koma hérna til mín því að ég ætla að biðja þau að gefa okkur forsmerkin að því sem að gerist hér eftir hádegið, upplesturinn og aðvendu og það þau ætla að lesa fyrir okkur, nei bara þessum að setjast hérna við hvert sitt borð. Þau ætla að lesa fyrir okkur allra fyrstu línurnar úr aðvendu og ég ætla að leyfa Kim að vera þess heiðursaðnudaldi að lesa úr eintaki Hjallabensa, þessar dönsku línur og síðan munum við heyra þetta sem sagt næst á grísku af því að hún Rafaela ætlar að lesa fyrir okkur á grísku. Gríska þýðingin ekki tilbúin ennþá, en já, þannig að ég hef ekki neina bók fyrir hann á Rafaelu nefnilega. Það þannig að við verðum bara að finna hérna það sem að þýðandi senda okkur á símanum. Og síðan það hún Marion sem að ætlar að leyfa okkur að heyra af hennu fágæta tungumáli brettónsku sem að reyndar hún hefur þýtt og gefin út á. And Kim will start, then it's Rafaela and then Marion. So, gjörðu svo vel, Kim. Ekki kveikur það sem þá? Í dans, já, þá fá að setja yfir á okkur hérna á myndinni.
Hvað vil ég það mikið? 4 fyrstu sendingar. Það var ekki mikið. Når en højtid nærmer sig, der bereder mennesken sig til hver på sin vis. Der er mange måder. Også Benedikt havde sin. Den bestod i, at han i julefestens begyndelse hjertelig svært tillod det helst på selve adventssøndag begav sig hjemmefra. Rigeligt udstyret med listemad, skiftesprøjfer og flere udsyede lædersko og med et livsapparat i brygstikken, en dunk petroleum og en lille flaske spiritus. Skulum bara heyra þær öll, Rafael. Κάθε φορά που πλησιάζει μια μεγάλη γιορτή, οι άνθρωποι προετοιμάζονται για αυτό, καθένας με τον τρόπο του. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ετοιμαστεί κανείς για τις μεγάλες χώρες. Έτσι και ο Μπένεντικτ είχε γι' αυτό μια συνήθεια ολότελα δική του. Ήξερε καλά πότε ξεκινούσε η νηστεία του Χριστουγέννου. Και καιρού επιτρέποντος, την πρώτη Κυριακή της Μικρής Σαρακοστής έπαιρνε μαζί του ξηρά τροφή, μερικές αλεξίες κάλτσες και αρκετά ζευγάρια ολοκαίνων διατερμάτων παπούτσι. Μαζί με αυτά, φόρτωνε στον ώμο του και έναν σάκο με μπαζάρι, ένα πετρόλαιο πετρέλαιο και ένα μικρό μπουκάλι ντόπλωμα. Και ανέβαινε στα βουνά από εκείνη την εποχή του χρόνου που συναντούσες μονάχα όρμια του χειμώνα, αλεπούδες και χαμένα πρόβατα, που βολόδαιναν στην ερημιά. Tak, mér langar bara að segja að bretonska eða breytónik kennist tungumál frá Vestur-Frakkland og er flokkað samkvæmt UNESCO sem severely endangered language. Meina 100.000 folk eru að bretonska sem móðurmáli og þetta mikilvægt fyrir mig í dag að geta deila. Pirin Ahmenes. Datul que estão nas lentes, e cobiando da vietin quel medele. Feminian ampliante, en isoare des onneuna. Dori Benedikt avat, aua asifor velkusti. En deise, des que estão nas lentes, e que mere penient, erves en amze. En ibisar, en dualaket, am tam provesio, verlo du blanc, urevotu la neve, in domeres, in bidonia bian strilenu. Askein are, et très acarmenesiu, et bijou manevezet cavet, da hules blose, nemet ilnet preis, et tues aricava, l'air, agenebut den ven dicant. Þá slítum við þessu málþingi hér í Auðarsal og ég vona að þið hafa allt gagn og gaman á þessari morgunstund og sem flest ykkar staldri síðan við og njótið aðventu hér eftir hádegið. Fyrir þau sem voru með í streymi þá er best að fara nú á heimasíðuna skriðuklaustur.is og fylgjast þar með öllum upplestrunum ef að tæknin klikkar ekki hjá okkur. En ykkur er boðið hins vegar að njóta hér létts hádegisverðar í boði norrænu sendiherraráðanna og ráðuneytisins og áður en að þið gangið til að hlusta á lesturinn. Kærar þakkir fyrir komin í morgun og vera með okkur til að minna okkur.